Þessi þáttur í boði Smass, þetta súkkulaðihúðað snakk með smá saltbragði. Alveg hrikalega gott og þetta norskt súkkulaði sem Nói Sirius að flytja inn. Þetta kemur í nokkrum svona útgáfum, það 100 gramma snakkbókar, 200 gramma snakkbókar og svo nýjungi þessari línu. Það eru svona Smass súkkulaðplötur. Þetta nammi sem allir verða að smakka. Sambíón reka 5 kvikmyndahús, 1 á Akureyri, 1 í Keflavík, 3 í bænum, Álabakka, Kringlunni og Egilshöll. Egilshöllin uppáhaldsbíó mitt. Mér finnst bara ekkert toppa sal 1 í Sambíón með Egilshöll. Ég vil þakka þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðningin. Án þeirra gæti ekki gert þetta podcast. Ég vil líka þakka ykkur og sjálfsögðu fyrir að hlusta og horfa á bíóblaður. Endilega fylgið bíóblaður á Facebook, TikTok og Instagram. Part 2, Friday the 13th, við erum búin að fara yfir þessar fyrstu 6 myndir og við hefum eftir núna 6 og við hefum búin að ræða þetta eins og við byrjum að taka aftur upp að þetta eru kannski fjölbreyttari myndir og eins og Höddi sagði sjálfur að kannski auðvitað núna muna hvað gerist í hverju mynd aðeins fjölbreyttari. Númer 6, Jason Lives, hún endar á því að Jason henni bara hann ekki keðjaður bara, hendur svona eitthvað keðjaðan og hún bara drekkt þarna í Kristalleik. Þar endar 7. myndin. Já. Og nú erum við konur í Friday the 13th, part 7, The New Blood. Pétur, hvað þessi mynd? Já, þetta nefnilega merkileg mynd og kannski til að segja aðeins áður fyrir mig sögurþráðan beint frá gerð þessara myndar, af hverju hún var gerð svona, að þarna sett síðustu 2 myndir í seríunni, númer 5 og 6, aðeins búin að vera að dala í vinsældum. Og það að skila inn minni hagnaði en hina myndinar og svona og á sama tíma önnur hryllingsmyndasería Nightmare on Elm Street að bara mókgræða og raunin að gera betri business en Friday the 13th myndinar og þá það framleiðandinn sem var nefndur aðeins í fyrir þættinum Frank Mancuso Jr. sem að segir í rauninni bara heyrðu okkur, gerum núna mynd sem svona Nightmare on Elm Street gerum meiri svona tæknibrellur, meiri svona hvað maður segja, svona fantasy element og þá það þessi niðurstaða að hún gæti nánast heitið bara Jason vs. Carrie það að segja að þeir blanda saman og þetta fjallar stelpu og hún hana við Kristalleik og svona með einhverja svona smá ofurkrafta svona hugræna ofurkrafta telekinesis og nákvæmlega sem hún svona uppgötur svolítið í myndinni og það pappina var svolítið var hann ekki svona hálfgerður ofbeldismaður? Jú, hann var að berja mömmunar og hann var alkoholisti. Einmitt. Já, við fáum að sjá það Myndi byrja svolítið á því og já, og hvernig var það svo? Drukknaði hann ekki í vatninu? Jú. Hún það hún sem gera það? Já, hún gera með huganum, hún brýtur brúna sem hann stendur á eða eitthvað svona. Já, hann dettur honni í drukknar. Og þetta sama stað og það sem Jason í rauninni geymdur. Einmitt. Er það ekki rétt með höfum? Nákvæmlega. Og svo, en það ekki þannig setna sem að Jason vaknar upp? Var það ekki þegar hún kemur tilbaka, það smá sinni ég bara sé þessa mynd, þá munið vel eftir setni helminum sérstaklega, en var það ekki þegar hún kemur svo aftur fullorðin, að hún ætlar að endur lífga föður sinn með hugarork? Var það ekki eitthvað svoleiðis? Jú, hún stendur eitthvað við vatni og bara segir, ég saknaði þinn pabbi og eitthvað og svo, já. Vá, það stuð sem ég man ekkert. Nei, hún ætlar að setja endurlíkan og með að nota hana hugarkraftið sinn, en endurlíkar að sjálfsögðu vart Jason. Já, einmitt. Hann vaknar. Já, og þá kemur hann og þá verður þetta smá hefðbundin mynd aftur, hefðbundin Friday the 13th mynd, þar sem að Jason bara að fara og að vera bara í slægjumynd, þess að íslenskorðið nú. Og svo og svo undir lokin verður þetta þessi svona barð þeirra á milli og ég einhvern tímann tala þetta væri meira, þetta væri svona, hann hefði sagt framleiðandinn að þetta væri svona eins og Carrie vs. Terminator að það væri svona kontrastin það sem að Jason svolítið eins og bara Schwarzenegger í Terminator og hún svona Carrie að berjast með huganum. Bara gegna veggi og eitthvað. En er það góð hugmynd? Ég skal ekki segja. Jú, það ég man þegar ég sá þessa mynd fyrst, það fannst mér fyrst þetta alveg út í hött, ég bara hvað að koma með ykkur að stelpur sem bara með hugakraft og eitthvað svona, en svo finnst mér þessi mynd alveg í svona, einmitt, ef maður skiptur sér
tvent sko, svona skárri myndinar og verri myndina. Ég myndi alveg telja hana með skárri myndunum sko. Já, mér leyndist ekki að horfa á hana. Nei. Það var líka sko, mér fannst líka einn uppáhaldskarakterinn í hérna þessari myndi sálfræðingurinn sko. Já. Út af hann svona svolítið psykopat. Hann alveg ekki fáið, það bara svona, já. Hann á í ógeðslega einkennilega sambandi við mömmu. Hann á í ennþá einkennilega sambandi við hana. Einmitt. Það næstu eins og sé ástfangin að þeim báðum með þeim. Já. Alveg net abusive og... Ógeðslega abusive, ógeðslega svona... Já, ég alltaf ítin svona mörkunum við mitt. Já, akkurat. Og þessi hann alltaf segja með mér, já, hún alveg frekar klíku, sko. Já. Við erum að halda henni hérna. Alveg massív... Það verður eitthvað svona ógeðslegt, eitthvað svona sociopata... Tilraunastar sem líka eitthvað. Já, það bara rosalegt svona gaslighting í gangi. Já, hann svona að reyna að sjá hvað hún hefur, hvað alvöru krafta hún hefur og hvað svona skilur, veist þú. Já. Það sem hefði verið fullkomin endur á þessari mynd var ef að Professor X hefði síðan byrst svo... Það sem berast út af X-Men í þessari mynd. Einmitt. En það hérna, sko, eitt sem er alltaf mjög merkilegt í þessa mynd og það að þarna alltaf kemur Kane Hodder til söguna, sko. Þetta fyrsta Jason myndin þar sem að hann leikur Jason Voorhees. Það var líka flott Jason í þessa mynd. Einmitt. Og svo er líka eitt af því sem við rættum í fyrri þættunum að þessi mynd er svo sem nefndi hvað mest í, sko, MPAA hakkavillum, sko. Já, að klift í drasl. Og mér skilst ég að þetta að vera fullt af svona einhverjum flottum, já, þú varst að tala líka að þetta væri til einhver svona leikstöru útgáfa. Já, það á að vera til eitthvað svona extended cut, af því að... Sem hægt að sjá. Já, og allar þessar drápsinnur í þessari myndnefnilega, sko, það er alltaf bara eitthvað svona kötta áður en sveðjan hittir. Þú sérð svona hvernig þeir eru eftir á, en þeir voru búin að skjóta, þetta átti að vera óslega flott mynd, sko, en já, MPAA bara... Stútaðin. Átti að vera svona brellur einmitt í stíl við Nightmare on Elm Street, sko. Já. Ég meina, lúkja á honum þarna er svo ógeðslega flott. Það skal ég tala um að lúkja hann var ógeðslega flott. Það sé svona í ribina og hann sem er búin að rotna í vatninu einhvern meginn og þetta er svona brotinn og svona, hann geggjaði þarna, sko. Já, þetta er uppáhalds Jason. Ógeðslega sterkur, ógeðslega svona ósigrandi einhvern meginn, þú veist, og eina sem getur sigrað hann er þessi, hérna, telekinesis. Já, og mér að þegar hann er afgrímaður, sko, þú veist, það lítur óslega vel út þar, sko. Já. Og þetta er auðvitað svolítið svona nú að vera að leita að, sko, bæði hvað getur gert nýtt og líka bara, sko, hver getur mætt Jason einmitt. Nú erum við búin að sjá, veist, hann getur sigrað alla, hann getur drippið alla einhvern veginn. Þú veist, hver gæti staðið upp í háran á hann? Hver getur veitt hann smá samkeppni, sko? Og þú veist, og það hefði verið hægt eins og, ég meina, ef þess að myndserja hefði byrjað í dag, sko, það sem er alltaf verið að byggja upp eitthvað svona cinematic universe, sko, þá væri örugglega búið að blanda Jasonið miklu fleiri en Freddy og Carrie, sko. Já, ég tek svolítið undir það sem Höddi sagði, ég held að við myndum sagt það bara á hann í byrjum tökku. Ég hef verið til í eitt stóna gæja. Ég hef verið til í svona Predator feeling. Já. Með Schwarzenegger og Predatorinn sjálfur reisastór, hann er líka massar. Ég hef verið til í það. Svona fokkar sem hefur komið að eitthvað svona bara who the fuck are you? Bara til í slagum. Og allar hinn verið svo hrættina. Ég hef verið til í eitt svona gaur í allt og þröngum hérna hlýraból, bara fara í slag við Jason. Bara fist fight, sko. Það er bara að vilja Schwarzenegger, bara 80 Schwarzenegger að það. Eða bara, skilur, Hulk Hogan eða eitthvað, skilur. Eitthvað að bila dæmi, sko. Það hefði fitta betur inn í miðað við tóninu á þessum myndu, sko. Ég meina, hversu cool hefði það verið, maður? Ég er líka sammálaður þegar hann tekur þessu grímuna, það er ekki svona hey you guys, þetta er, skilur, þetta er alveg, þú veist. Hann er monster. Hann er actually lít, já. Já, ekki bara eitthvað eins og hann sé bara, þú veist, veit ekki hvað, sko, bara þú veist alveg. En þeir eru sérst hrifnar á honum sem einhvers konar zombie. Heldur en þegar hann var henni maður. Ég er alveg hrifnar á hann, það er bara svolítið svona fókusur drápsmaskína, skilur, eins og í þessari, skilur. Ég hugsaði ekkert endilega að það væri eitthvað zombie, ég hugsaði bara að það væri bara, hann er bara Jason, hann er bara að drepa alla. Það er bara allir sem eru fyrir honum, allir sem eru á þessu svæði hérna, þeir eru bara að dreigja, sko. Ég meina þeir þarna fara að establisha svona, að það er svona supernatural element í þessum myndum. Og þarna er náttúrulega 2 supernatural elements. Já, akkurat. Og alveg bara 2 að fara að mætast, skilur. Og það gerist eða ekkert fyrir inn í svona eila blá lokin að þau fara að slást, svona, skilur. En ég er samt ekki, sko, það er ekki samt minn uppáhalds Jason, sko. Ég veist þannig að fyrstu 4 myndina raunni, svo örk sem er þar, það er svona mitt uppáhald, sko. Þegar hann er raunni mennskur. Já, algjörlega, sko. Og hérna, og þú veist, ef að það serien hefði byrjað með mynd nummer 6, sko, þá hugsa ég væri ekki eins og þætti núna, sko. Mér veist, eftir það, þessa myndi verða slömm miklu meira drass, sko, miklu meira cheesy, sko. En að móti kemur stundum fara það svona hringin, sko. Verður svo lélegar að manni finnst það bara ótrúlega skemmtilega, sko. Maður hlæra þeim og maður hefur gaman að því og einmitt svolítið heldur meira með Jason finnst mér í síðara hluta seríuna, sko. Mér fannst það sem hélt mér svolítið í þessari mynd, sko, því að
eins og ég var að segja við það, þá var ég svolítið þreyttur á að horfa á þessar slagsmyndir alveg svona mikið í röð, Skiljanlega. en þú veist, þarna það sem ég varst áhört var einmitt þessi sálfræðing, sko. Mér var svo áhört hvað agenda hjá honum var í, sko. Já, svona aðeins öðruvísi. Það var svona aðeins öðruvísi, það var svona einhver annar vondikall, hann var svona vondur kall með góða liðinu, skilur, svona, þú veist, og mér varst það áhugavert, sko. Já, og þeir með líka eiga það svo sem að þeir fóru ekki alveg kannski alla leið með eitthvað svona supernatural dæmi, þú veist, hún er svona að prófa sér svolítið áfram með þetta og svona, þetta er stelpunum sjálfa. Já, þú veist, þeir, ef þetta hefði verið bara beint eitthvað svona X-Men dæmi, sko, þá hefði maður kannski dottið út úr þessu líka fyrir, sko. Þegar ég horfði á þessu, ég hafði aldrei séð hana og hún var ekki alveg fyrir mig. Ég átti rosa erfitt með þetta Carrie, pæling, mér fannst þetta rosa skrítið. Ég skildi svona hvað var eitthvað að reyna að gera eitthvað öðruvísi en já, ég fann fyrir þessum klippingum líka. Mér fannst hún bara ekki heldur nóg góð, sko. Þú veist, út af því að það var næstu eins og hún hefði verið grátandi frá því að hún draf pappa sin. Já, pretty much. Skilur hvað minna, það var svona eins og hún væri búin að vera kjökrandi frá því að hún draf pappa sin. Í 18 ára eitthvað. Þetta eru náttúrulega mjög einfaldar myndir alltaf, þegar það kemur að svona. Hann lendi áfættir að barn og nú var hann ennþá leiður. Þetta er svona, þetta er ekkert verið að... Hún draf pappa sin þegar hún var, þú veist, 6 ára. Þetta er mjög svart-hvíta persóna. 24 ára og reið þá ógeðslega sorry. Þessi myndir einmitt með mjög svona skiptarskoðanir, þú veist, það er svona hvort hatar hann eða elskar hana. Varst þú búin að segja ykkur? Ert þú hrifin af henni? Ég fíla hana, sko. Þú veist, jú, það er alveg margt í henni sem mér finnst alveg mjög astalegt. En ég veit ekki. Sögutráðinu sjálfur, ég meina... Sögutráðinu sjálfur. Hún eitthvað svona ofurmenn eitthvað með... Og hvernig Jason er stöðaður fannst mér líka alveg út í hött. Og nú er hérna að hugsa... Það rifjaði það sér fyrir okkur. Hann endar í vatninu aftur. Já, en hver dregur hann í vatnið? Já, það er ræðilegt. Ég horfði... Alveg rétt. Hann kemur aftur. Sko, ég horfði á þessa mynd daginn með systur minni. Hún hafði aldrei séð þessa. Var hún búin að sjá heina 6? Hún er ekki allar, sko. Hún hefur séð svona einu og eina, þú veist. Hún er ekki eins mikill... Hún er mikill horror aðdáandi, en ekki mikill fræðdegi. Nei. En við ákveðum að horfa á hana saman og einmitt rétt áður sem sinna gerist, þá segir hún já, og svo kemur pappin úr vatninu og bjargar henni og svo gerist það og hún bara ok, ég var að grínast. Það er líka hræðilegt. Og annað í því, það talaði það í heimildmyndinni. Ef ég maður rétt, í myndinni sjálfri, þá er hann bara venjulegur. Já, hann er bara venjulegur. Ég vilja segja bara beinagrind. En þau byggu til eitthvað make-up fyrra, sem var bara off-off. Þannig að hann kemur bara upp á vatninu eins og að dotti í bara vatni kortir á þau. Já. Ég hugsaði bara, þeirra bara fengi hljóðmannin til að bara, hoppa í vatninu, kappin og rettur sem það. Það er líka önnur spurning sem ég er með. Dætti engum í huga að fara á kannski fiskan út úr læknum? Taka líkið úr. Skildu þau vera bara eftir? Þetta lítur ekki út fyrir að vera eins og Svartahafið, sko. Þetta er einhver fucking lake. Það er ekki svo Jason, sko, sem að fólk bara búin að gleyma síðan. Þau voru vitna að þessu. En við skulum einmitt nefna það aftur. Þú talar lake, þetta er auðvitað stöðvatn. Það er mjög mikilvægt að hafa það í huga. Þegar við ræðum minna mynda. Já. Munum það saman. Camp Crystal Lake. Já, ok. Þetta er ekki bara, þú veist, þetta er ekki sjó, sko. Þetta er ekki Allandshafið. Nei. Ok, þetta er stöðvatn. Það er þokkalaðu öll að finna líka hana, sko. En já, ég sammála, okkur var engi sem fiskaði hann út. Hann er farin. Þau bara skilda hann eftir. En veitu, hann kemur upp vatninu. Dregur hann ekki bara Jason niður? Jú. Var það eld? Það er 2 vikur sem ég sá sem mynd, ég man því. Hún segir líka, thank you daddy. Já. Nei, var það? Jú, ekki? Já. Thank you daddy. Thank you daddy. Það var, sko, mér fannst... Svo skrítið því, hann var abusive, hún drapa hann bjargar henni, hún þakkar hann. Þetta er rosa einkennilegt allt svona 4, þú veist. Já, þetta var mjög svona, mér finnst loka bardaginn mjög skemmtilegur. Milli þeirra? Milli þeirra. Þangað til að þessi sinna kemur, sko. Það er líka með svo fyndið sem við talaðum á þegar Jason verður svona hann var svo mikið þegar hún liftur hann upp og svona hann er svona Ég var bara að gleyma því, liftur hún honum upp? Já, hann hendur ykkur í hann og liftur hann eitthvað svona upp og hann verður eitthvað svona alltaf og reynir að kremja hausinast með grímunni einmitt. Það er þetta alveg þess að brotnar gríman í tvent. Já, einmitt. Já, hún brotnar í alveg, hann fær nýja í næstum. Svona að taka svona hlut og negla í hann alveg, þú veist, svona. Já, einmitt. Já, þetta var góður bardagi, sko. Það var alveg mjög skemmtileg sena. Það var bara, þegar
þú veist, þau hoppuðu yfir hákallinn þegar pappinn kom upp. Það var ég myndi að hugsa Jump hvað the það er shark. gaman að sjá hann í einhverju bara svona muscle fight, sko. Já. Bara það hefur verið svo gaman. Það er svo skrýtir að aldrei gert það. Nei, þetta er svo tilvalið. Hann er svo massaður og stór og mikill eitthvað. Það er svo tilvalið að fá Gera hann annað svona... alltaf smá, sko, en þú veist ekki alveg annan svona, en þeir gera alltaf smá í Freddy vs. Jason, sko. Þeir taka hana smá slag þar sem þeir eru alveg bara að skera hvern annan og fulla hana þegar þetta lokin þegar Freddy er komin í raun heima, sko. Það er bara svo miklu minni. Ég veit það. Það verið gaman. Eitthvað svona... Ég hef verið til að sjá, ég veit þetta hljómar rosa eitthvað einfalt, en ég hef verið til að sjá, því ég nefndi Predator-an. Það er alltaf háklassa mynd. En við förum aðeins í eitthvað sem er ekki alveg jafn háklassa. Top tier bíómynd, sko. Ef við tökum bara Fast and Furious 6, veit ég hvort þið að séð alltaf þær myndir, þar er svona anti-lið versus Dominic Toretto og liðið hans. Það er svona karakter fyrir alla. Og það er eitt stór og massaður eins og Rock. Og þeir berjast í lokin. Ég maður það í bíón, ég bara, yes! Auðvitað berjast þeir. Ég verða að fá að sjá það. Það er alveg gaman. Ég vissi alveg Rock myndi vinna, en mér langar að sjá hann á móti svona öðrum risagaur. Þú vilt sjá þetta. Jason á móti risagaur. Það væri gaman. Þú vilt sjá, hann er ósigrandi og ódrepandi, skilur, og bara stútur öllum og bara, þú veist, allir gæðir sem eru 60 kíló og þú veist, og eitthvað svona, skilur, hann stútur öllum. Þess vegna það er svo gaman að sjá eitthvað svona vöðabúlk, sko, bara að mæta þarna, skilur, sem það hefur verið, þú veist, counselor eða eitthvað redneck eða eitthvað, skilur, svona, það hefur verið geggjað. Það hefur cool, ég hef verið til í það. Er þið með eitthvað meira með Friday the 13th part 7? Eitthvað dættir í hug? Sko, þessi mynd er mjög hit and miss. Þú veist, það eru margar senur sem eru mjög asnalega, en það er svona overall finnst mér þetta alveg skemmtileg mynd, sko. Finnst þið líklegt að þú þurftir að ranka þetta, hann væri kannski fyrir miðju? Já, ég myndi segja það, sko. Já, takk undir það. Já, svona miðju, jafnvel einu fyrir honum miðjuna. Svo toppa sálfræðingar örkjörni sem er að nota mömmu hennar sem svona skjöld. Já, svo að gleyma því. Og íturinni held ég bara á hann eða eitthvað, skil. Hann er náttúrulega algjör dús. Bara, þú veist, alveg bara... Svo inniheldur þessi mynd líka eina af mínum uppáhaldsdrápsinnum og það er Svepppókin. Þessabókin, já. Sem er svo vitnað í Jason X líka. Það tekur hann á lemur í tríð. Það er ein fyndnasta drápsinna bara... Já, og hún hefði verið ennþá betri ef MPAA hefði ekki köttað í drasli. Þeir gerðu miklu meir úr því aðri. Það var bara tuskaði til endalaust og blóð og... Já. Það var bara í myndinni, sko, þá bara er það einu sinni og svo bara búið. Búið? En já, því vorum að skjóta það sem er bara... Dundraði í! Ímyndaði bara atrið í Once Upon a Time in Hollywood. Já. Það tekur andlita á stelpunu og... Ímyndaði það bara svona búm og búið. Það er ekki sama atrið. Nei. Og mér finnst það svo mikil skandal til að sjá þetta í heimildmyndinni að þeir sína smá, áttu greina eitthvað rough footage eða eitthvað. Það sem hafi verið að dundra bara drekk í drekk og það er mér svona eitthvað blóð. Ég held þessi mynd myndi ranka hærra mér ef ég fengi að sjá hana óklifta. Já, ég held það líka. Ég held að ef það hefði verið meira bara, þú veist, brútal dæmi í henni. Já, það er eitthvað svona góð. Það er skemmtileg partur af þessu myndu. Þú vilt sjá blóð og eitthvað flott drápsætri. Það er svona partur af hverju ég fíla þessar myndir er hversu skapandi þeir geta verið með hvernig Jason drepur þetta um mig. Það sem er fyrsta myndin og önnur myndin er svo skemmtilegt og það er actually gaman að sjá hvað hann er kreatífur að myrða fólk, sko. Og það er líka smá kontrast við þessu Halloween sem að náttúrulega er, eins og við vorum að tala um í fyrir þettinum, samspili milli Halloween og Friday the 13th, sko, er að Jason náttúrulega er miklu frumlegri og fjölbreyttari en Michael Myers, sko. Góða punktar, því Myers er alltaf bara með hann hníf. Jason notar aðan aðskotnum drepa lið. Þá var sveðjan sér svona hans go-to, sko, en það var kannski öx í öðru seti. Já, hann fann bara alltaf í þessum samfélsting. Þess að grímu, sko. Já, Myers. Já. Ef að halda áfram í númer 8 strákar. Heldur betur. Þannig þessi endur að því að Jason er dreginn í vatnið af pappanum. Ég er búin að gleyma í smástund. Þetta er alveg hluti sem maður vill gleyma. Hræðið þaðri. Þá erum við konið upp á smyndina að svetta. Já. Þetta er byrjað þú núna. Friday the 13th. Part 8. Bara líka smá premissinu. Ég var spenntastu fyrir þessa. Og út af því að ég var svo mikið að hugsa, er hann að fara að labba bara Manhattan? Það er að fara að gerast. Þetta er náttúrulega einn dýrasta myndin í seríunni út af bara þessu skoti. Þegar það þurft að loka Times Square í einn dag eða eitthvað til að taka. Þú veist, allt endurgrið frá Coca-Cola þarna, skilur eitthvað. Þetta er alveg ömuleg bíómynd, sko. Og þarna var ég alveg komið með algjört ógeð á Jason, sko. Þú veist,
og líka bara þessi bátur hann í byrjuninni, skilur þú hugsaði, hvernig komum við bát á leik? Hvernig, það er bara... Frá Stöðuvatni til New York. Já, bara hvað kjaftað er þetta? Og líka frá New Jersey til New York. Já. Hvað bara driftaði báturinn til maður, þetta er svo fáralega, þú veist, og allt er lagi, skilur við, bara allt sem gerist borð í þessum bát, þarna, skilur við, er bara, þú veist, fárálegt, allt sem gerist í borgin er fárálegt. Og, þú veist, ég var eiginlega bara svona pirraður að landa til þess að horfa. Ég var bara svona, þú veist, en nema þegar þessi tveir gæjar koma þarna, skilur, það var líka svo lélegt atriði. Þeir koma þarna, hey, good looking, og taka hana bara, og þau eru bara eitthvað, jæja. Óhansans. Jæja, hún er farin, skilur, og þau bara voru bara, herðu, hún er bara farin, láttu við slum drífa okkur, þetta, þú veist, við getum ekki hjálpað henni. Og bara, ha? Og strákur hann, jú, ég var ekki hjálpað henni, nei, hún er farin, við slum bara henni að stinga. Og Jason er eldaðið þarna, skilur. Þetta er svo stúpid bíómynd, sko. Það er ekki, sko, það er engin saga í henni, skilur. Það er bara, þú veist, þetta byrja bara á bátnum, og endar í New York. Fárálegt hvernig hann lifnaði við. Það er einhverja smá tengingar, já það er einmitt aftur rafmagn eins og eldingin, það er einmitt raflöstana eitthvað, en það er líka að vera að búa til einhverja tengingar að aðal stelpan, fænalgur í þessa mynd. Já. Heitir ekki Renny eða var eitthvað svona þannig eitthvað, var eitthvað erfið eitthvað. Manna ekki. Jú, ég held það. Hún hún er alltaf að sjá ykkur svona sýnir, þú veist, hún er alltaf að sjá hann birta sem barn eitthvað, vera synd í vatninu og eitthvað svona gegnum kýru. Já, með hár, einmitt allt öðruvís en hann hefur verið í hinum myndunum. Þú byrjar eitthvað að tala við hann. What's wrong? Þetta er svona sérstætt, sko. Óþólandi. En ef maður horfir á hérna svona aðeins, þetta vorum að tala um söguna í Bandaríkjunum og svona, sko, á þessum tíma var svona viðhorfið til New York svolítið ólítið kannski í dag, en þarna var rosa mikið glæpir í New York borg. Og vændi og alls konar. Einmitt, það var miklu skíturi borg, sko, getur maður sagt kannski enn í dag. Og bókstaflega, ég meina, algjörlega. Einmitt. Þannig að eins og það takla sko, New York has a new problem, sko, þannig að fréttir í Bandaríkjunum sem mörg vandamál í New York, sko. Einmitt. Þannig að þetta var ekki að setja að hafa þetta Reykjavík í dag. Svo vokstur inn á leikskólanni. Þetta er svo komið smá svona John Carpenter dót, því ég var að gera John Carpenter þátt. Og hann gerir alltaf Escape from New York. Hún er frá 81. Og hann var að tala um að þú gætir ekkert gert þessa mynd í dag af því þetta var svo topical á þeim tíma að Escape from New York. Þetta var, Manhattan er ekkert eins sem þú talar um 80 eitthvað versus í dag, þú veist, þeir reynsu svo svakalega til. Á þessum tíma var þetta, eins og segir, new problem. Mér finnst það alveg skemmtilegt. Já, þannig að þetta er svona smá, einmitt, tekur eitthvað svona í deglunni þarna, sko. Já, og planið var náttúrulega, hann átti að vera í New York allan tíma, sko. Hún var skrifuð þannig, það voru alveg senur þar sem hann var í Empire State bygginguna frá í sightseeing og... Ég hef bara sátt við það, þeir hefur bara tekið þetta alla leið, sko. En þeir bara... Ef lokabardaginn hefur verið bara ón á frelsistittuna. Já, en þeir bara átti ekki fyrir því. Nei, þeir voru ekki með budget, en þeir voru búin að selja myndina, sko. Þeir fengur bara hana bátlána í einhverjum pródúsir, en þeir voru sérst búin að selja þetta koncept, Jason Takes Manhattan, og voru með handrið tilbúðar sem bara gerist allan tíman í borginu og svo bara fatta þeir, herðu, við eigum ekki. Bara allt budgetið bara fór ég að skjóta á Times Square. Það er bátirlána hjá Lewis og Gunnar og hvað. En þeir talaði um þetta í þessar mynd, mér varst það svo ógeðslega fyndið þegar þeir talaði. Þá var þeir að segja að planið mitt var alltaf, þetta er verið Manhattan. Já. Svo allt inni bara, það kostar mikla peninga. Herðu, 50-50. 50% af myndinni gerist í bátnum og 50% gerist á Manhattan. Svo reiknuðu dæmi, þetta verður bara 30% að gerast í Manhattan og 70%. Þetta var alltaf svona, tíminn var alltaf að minnka sem átti að gerast í Manhattan og það sést alveg. Og ég var pínu sjokkaraður því ég var að sjá hann í fyrsta skipti fyrir þennan þátt. Ég held eins og höndi kannski að það væri í New York. Hún heitir Jason Takes Manhattan og klukkutími búin að myndinni. Ég veit það. Og þau eru ekki komið til New York. Og hún heitir líka Jason Takes Manhattan. Þetta er pyrrandi titill. Hann er ekkert, hann gerir ekkert í Manhattan, skilur, þú veist, annað en að drepa þess að 2 gæja og, þú veist, hvað svona, drepa þau þarna. En svo er hann líka, ég ránaði með þessa myndana því hann er blautur alla myndana. Svo er líka... Það er eins og hann svo haldið blautum í öllum... Ég sé bara búið að smúlan, þetta ok, þú útrætti, þú bara svona... En hann fer svolítið úr karakter líka sumstað, sko, hann Jason sjálfur, og er svolítið svona, smá svona tongue in cheek, sko, sem búið að koma í eftir mynd nr. 6. En svo, atriðið með þegar hann er lappan og brýtir eitthvað útvarp og hann kallar bara, hei, ætla að vera slagan, og hann lítur bara á,
bara sýnum eitthvað undir grímunni Já, og loka þetta og allir bara og hleypi burt Já, It's go. Já, einmitt. þetta er svona eitthvað sem maður ekki sé hann gera í fyrri myndum sko, menn það getur ímynda ykkur í þessum myndum með 4 eitthvað, maður hefði bara þetta er svo algjörlega taktið myndina sko, það sýnir bara hvað Jason er búin að breytast og hvað þessi mynd aðeins að breyta honum ennþá meira sko. Og hvað þetta er líka léleg sko, lélegt return frá síðustu mynd. Já. Svona hann öskra líka hann þegar hann Já, þegar hann stungir eða eitthvað. Nei, þegar hann er onni hérna... Það sem hann eitrið þá öskrar hann. Já, mitt. Það er bara að missa grímuna. Já. Og lítur hræðilega. Þetta er bara versta lukkið á hann, sko. Lukkið sem hann hefur með þegar hann er afbílnaður. Hann er alveg töff þarna, sko. Þegar hann er þarna, þá er hann svona og svolítið ákveð með þetta, hann er svona ódýrlegur einhvern veginn, þetta er svona, þú veist, hann er ekki mennskur, sko. Hann er eins og Muppet í framan bara. Já. Hvernig slapp það í gegn, maður? Ég meina, ég held bara, það er áttinga peningana. Það sést alveg bara á myndinni og öllu sem gerist í myndinni. Þegar það bara þurft að vera, ok, við höfum bara taka þessa mynd á þessum drastlbáti, hún er skikk, henni dreymir eitthvað, ok, það virkaði síðustu mynd, ok, við fáum að vera á Manhattan í korter, skilur, reynum að gera það most of it, skilur eitthvað bara, þetta er bara... Mér fannst hún leiðileg. Mér leittist alla myndina, sko. Já, hún er alls ekki góð, en þetta er svona net guilty pleasure hjá mér. Hvað er með þig? Þú talaði það. Það er bara, einmitt, út af þessu, að hún átt að gerast í New York, en út af budget, þá guilty pleasure hvað hún hefði getað verið. Hvað hún hefði getað verið og bara hvað hún kom asnalega út og þetta er bara svona so bad it's good hjá mér. Algjörlega, ég get alveg skilið það, sko. Já, það er nokkra hlægilega senur, sko. Viltu ekki segja upp á drápsuna hennar? Sko, já. Hvað sena það? Það er upp á þaki. Já, þeir eru búin að byggja þetta upp, þessi karakter, ég man ekki hvað hann heitir, því að þarna er ég alveg hættur að reyna að muna nöfnina. Julian eitthvað þannig. Boxari. Og það er búið að byggja hann upp að hann er bara boxari, þú veist, að hann er að þjálfa allar að boxari. Og þarna reynir hann að boxa niður Jason upp á þaki. Og... Hugsaður að það hefur verið einhver massaði boxari. Risa boxari. Og svo Mike Tyson eða eitthvað. Já, Jason bara haggast ekki og hann er bara orðinn þreyttur, bara, ok, nú þú. Bara eitt högg og hausinn lígur á hann. Já, það var skemmtilegt. Já, og hún er rustatunni, var ekki? Hún er rustatunni. Jú. Bara það cherry on top, sko. Þetta var svo astalegt og þetta var lit út bara eins og gínuhaus. Já, þetta var ógeðslega illa gert samt líka, sko. Mér varst líka það sem, þú veist, burt sér frá öllu hræðilega þessa mynd, þá vantaði allt svona mennisið við Jason fannst mér í myndina. Mér varst vantaði svolítið svona að hann var að koma, hann er þarna, skilur, ég fann ekkert fyrir neina því þessari mynd. Mér fannst eða bara hálf óþólandi að væra þarna. Og svo líka ég myndi svo að tala með þetta er svona, nú er komið eitthvað trendana að það setja veginn bara upp með raflosti. Já, ég mynd, og gera það tvisvar. Svo næna er ekki hann svona útskýra, skilja aftur hvernig líka við, sko, það er bara svona. Og svo eru þið meðalveg nokkra svona bjösugur í þessari mynd. Það er hérna sambandi á milli skipstjórans og stráksins, svona hans. Þú veist, þú hefur alveg getað köttað það út. Já, miðað við allt þetta, þú veist, þessi mynd er óvenjulöng. Já, hún er líka ekki 100 mínútur. Hún er nokkuð löng, sko. Ég held að hún hefði getað verið 62 mínútur. Já, af því allar hina myndina eru, sko, bara svona klukkutíma 20 mínútur. Þessi er óvenjulöng miðað við, já, þeir voru ekki með eitt budget og já, svo er líka þessi saga milli Final Girl og frænda og hún er hrætt við vatn eins og Jason líka, sko, því að hann reyndi að drekkin hann var að kenna að synda með það svona old school máta, sko og hún sá Jason í vatninu, þú veist, bara sem krakka og og það bara kemur bara upp úr þurru, þú veist ég man það eftir þeir voru, sko þau voru allir í einhverjum bíl og þau lendi í árekstri og þau fara allir út nema upp áskennarinn hennar sem var svona motherly hún deyr í bílnum. Mér fannst hann samt eitthvað svona var eitthvað parallelt við það. Já, hún springur allar í loftu upp og allt í hennu þá þú drektir minnast í Já, einmitt það bara kom upp úr þurru og þetta er rough mynd, ég líka þegar ég ítt á play á þessari og ég keipti þær allar á iTunes allar, ég átti þessar Paramount myndir þar voru seldur eitthvað svona pakka ég keipti þær allar, þú veist, á $15 eða eitthvað fyrir ári síðan eða eitthvað ég ætlaði ekki að gera já, svona Blu-ray setti með Paramount myndina, sko hvað áttu þú? Já, það er hérna Já, hann að Shout Factory áttu stóra hann, já, ok, geggja Er það alla myndina þar? Já Líka núlega myndina? Líka núlegin og heimildamyndin
Er það í einhverjum Nei. svona kassa? Já, það er ótrúlega flottur kassi, sko, hann er Já. mjög svona myndskættur og svona, Já. já. Ó, það er þetta cool. Já, ég keypti þess 8 myndir og 8 daginn á iTunes. Þegar ég ít að playa þessari, ég get svara hún 100 mínútur. Er hún 100 mínútur? Og ég fann fyrir hverja einustu mínúti í þessari með. Hvað var í gangi í byrjun? Það var einhver þulur í byrjun á myndinni. Hæ? Já, sko, það Já, þegar að establish á New York. Já. Það er eitthvað svona, Það er eitthvað að tala eitthvað. titladóttu kemur. Einmitt, það verður að sína ykkur svona svipindi bara að borginni, einmitt. Já. Og svolítið vera að plata þig. Já. Já. Af því að myndi byrja eitthvað Já. í New York. Já. Svo bara klukkutími í einhverju bát. Já, þetta er pyrrandi mynd. Já. Svo taka það líka svona exposition ræðu svona eins og við varaldin þegar að, þú veist, í fyrsta bátnum, sko, þetta eru 2 bátar líka, Já. glemur því ekki. Já, einmitt. Einmitt. Og það sem er eitthvað par og hann er eitthvað útskýrð fyrir kærastin, við erum í vatninu þar sem að, þú veist, eitthvað. Þetta var eitt leiðilegasti karakterinn í Friday the 13th franchise-unu. Og Jason fær náttúrulega grímuna frá honum, en eitt sem ég skil ekki, af hverju er hann með axafar? Einmitt. Já, það meikar ekkert sens. Já, þessi Nei. gríma var borðið í bátnum. Já. Já. Óþólandi. Og einhverja hluta vegna er svo gríma með axafar sem hann er búin að vera með, þú veist, síðan 3. Það meikar ekkert sens. Nei. Þetta er bara þvæla, þessar myndir eru bara allt þvæla. Ég verðum aðeins að tala um Kane Hodder. Já. Hann leikur þetta fyrst í 7. myndinni, Og er aftur hér, áttur hér, og hann leikur hann í 4 myndum. Jason Já. Goes to Hell Mhm. og svo í Jason X. Jason X. einmitt. Ég vissi alltaf hvað Kane Hodder var. Þetta var stöndleikari í grunninn og hann þekktasti Jason leikarinn. Einmitt. En ég hélt alltaf að hann hefði komið miklu fyrr inn í seríuna. Já. Með af svona hvernig þið talað um hann. Hann kemur fyrst í númer 7 Já. og hann er í rosa lélum fræðimundum. Í rauninni, sko, en hann hins vegar er fyrsti, sko, svona leikari sem að gerir eitthvað mikið úr þessu að vera Jason, sko, og hann er að sinnir aðdándur rosa vel og er að mæta á svona einmitt svona hátíðir og allt þetta, sko. Þannig að ég, það er ekki mörg nöfn sem maður kann sem eru einhverju Jason-leikarar, svona, Nei. en maður þekki Kane Hodder og hann alltaf hefur verið mikið í öðrum svona hryllingsmyndum og svona síðan líka. Svo Hatchet myndinar. Já, hann alltaf leikur morðingja þar, einmitt. Já, hann leikur Viktor Crowley. Já, Það er ekki 4 morgunni. Jú. myndir, einmitt. Og svo náttúrulega hefur hann líka verið alls konar aukuleitur bara í alls konar Já. myndum, bara svona, já. En hvernig finnst ykkur að vera sem Jason? Er hann uppáhalds Jason ykkar? Svona, hvernig hann hreyfis og hvernig hann leikur hann? Hann er ekki minn. Mér finnst það mjög flottur, sko. Já, og hann alltaf, sko, og hann gerir þetta svolítið að sín og maður tekur eftir því að þetta er sami leikari, sko. Já. Það sér að þetta er svona, þú veist, sömu hreyfingar, sko, þú veist, og hann byrjar líka með þetta sem að er mjög svona iconic fyrir Jason, svona, þú veist, að hausinn hreyfist alltaf fyrst, sko, þú veist, hann kemur svona sér eitthvað Já, og svo já. eitthvað líka, þetta er svona, Og já. líka svona þegar hann lítur niður á eitthvað, þá svona, Já, þetta er svolítið svona, það er eitthvað svona rosaleg, það er eitthvað rosa presence í húnum held ég, allan Já. svona í þeim myndum sem ég svona, en ég er ekki viss um þetta í dag, þú veist, þegar maður sér svona hryllingsmyndur svona, þú veist, það er alltaf gert svo mikið úr því hver er að fara að leika morðingjan og svona, þó hann sé kannski grímuklæddur og ekki að tala, já, þú veist, ég er ekki viss um að það væri þannig ef það væri ekki verið Kane Hodder, þú veist, hann hefur svona gert þetta aðsvolítið svona dæmi, sko. Svo kemur hann Þess aftur. vegna fær Rob Zombie Tyler Mane til að leika Michael Myers en ekki bara einhvern áhættuleikara sem enginn veit hverju, eða skilja, þess Já, vegna fær hann, já. og þess vegna er hann í remakeinu, Derek Mears, eitthvað neitt, Já. hann var þekktur leikari líka og það hefði verið í, þú veist, Hills of Ice og eitthvað svona, sko, þetta er svona að vera að gera þetta svona meira, þetta lyftir þessu svolítið upp, sko, Já. Þetta er ekki bara einhver. einmitt. Og hann er svo skemmtilegur sjálfur hann Kane Hodder og ég hitt Hvað hann. það er nær? Já. Já, ég hitt hann á svona ráðstefnu einhvern tíðan í Þú Kaliforníu. hitt? Já, yndislegur gæði, sko. Hann er bara algjör bangsi. Já, þú sagði hann er bángsa. Já, Já. hann er ekki bángsi. Svona miðað við að hann er frægur fyrir að leika, þú veist, þekktan raðmorðingja, þú veist, þá er hann bara mjög næs í persónu. Ég var að vinna á þessari ráðstefnu, var að vinna á einhverjum bás og hafði engan tíma til að fara og njóta mín. Og svo bara þegar það verið að ganga frá, þá sé ég Kane Hodder, hann er bara að ganga frá sínum dóti og ég fer bara á og bara kynni mig og bara, heyrðu, ég bara náði ekkert að hitta þig, sko, ég var að vinna allan tíma, mér langaði rosalega mikið að koma og sé að hæfi þig. og þú þekktir hann alveg, þú veist, vissilega hvernig Já. hann var, þú veist, já. Og hann var bara mjög almennilegur, bara spjöllum alveg í smá tíma, þá voru nýbúin að gera tölvuleikinn og hann var að gera motion capture fyrir Já, tölvuleikinn. geggjað. Og ég var að segja hann hversu spenntur ég var fyrir, að því að kona mín hafði fjármagnana Kickstarter dæmið. Þetta var Kickstarter-leikur. Fræðið þess tíð? Já. Hvað svo, kona þín? Kona mín, Já, hann er að segja það. kona mín keypti leikinn handa mig, þú veist, var búin að
forbandað, var að... Já, var að hjálpa til við að fjármagna. Já, ég skil. Og var bara svona að segja hversu spenntur ég var. Hann bara, já, ég spila hann ekki í tölvuleiki, en ég hef búin að prófa þennan, hann geðveikur. Hann líka þannig, sko, leikari, eða þetta áhættuleikari, að hann tók þetta svo alvarlega. Hann var sjálfur mikill frændi aðdáandi og hann, þú veist að þetta er dæmi það á setti að hann hafi sagt skilur þegar einhver leikstur segir að gera þetta, bara nei, Jason myndi ekki gera það. Þú veist, hann er svona... Ég virði það. Já, hann er rosa svona sjálfsörugur í þessu, sko, að vera Jason, sko. Hann er svolítið eins og methodleikari í Friday the 13th. Já, einmitt. Hann er svona eins og Daniel Day-Lewis slassamyndum. Já, hann er svona eins og Henry Cavill í Witcher þáttunum. Já. Ég er bara algjör fanboy. Já, svona nörd sem þekkir þetta vel. Það er reyndarlega ekki. Mér finnst það bara ekki vera nóg stór. Nei, og það er náttúrulega ástæði fyrir því hann var sparkað. Hann vildi vera í Freddy vs. Jason. Já, það fengur herri gaur. Ég er bara að fíla það. Ég fíla það líka, sko. Þegar hann er svolítið stór og massar og svona hávaxinn og... Ég held að Kane Hodder sé bara aðeins herri en ég. Hann er það, hann er ekki mjög hávaxinn. Ég er 6'2", ég er 6'1". Já, svo hann hefur lagt rosa miklu vinnu væntanlega í þá að ná þessum múvum og svona reyna aðeins að vera kannski aðeins stærri en hann er á svona og það er það sem einkennir Kane Hodder sem Jason eru bara hreyfingarnar og... En svo er líka bara spurning ef einhver annar hefði fengið, segjum bara gæðin sem leika hann í Jason Lives eða eitthvað ef hann hefði ekki 4 myndir væri fólk þá að lofsama samt Kane Hodder þess að ég er að pæla, er Kane Hodder svona ógeðslega góðu Jason eða fekk bara 4 myndir til þess að mastera að vera Jason? Já, þetta er alveg erfið spurning, sko. Ég veit ekki alveg hvað maður að segja. Þess, ég held að þetta er svolítið bara í honum líka með þetta af því að hann er svona sá sem að verður vókal með þetta. Þú veist, fyrir þetta hafði kannski verið bara svona einhver áhættuleikar einmitt stundum 2 jafnvel. Hann eignast þetta hlutverk. Já, hann fer svo all in í þetta og þú veist, og er svona að fara í viðtöl sem Jason og eitthvað svona, það var ekkert gert fyrir það. Já, það dætti einhverjum öðrum í huga að gera það, þú veist, fyrir hina leikana var það meira bara svona, ég er bara stöndleikari og þetta er bara að vinna. Já, þeir tóku þetta ekki svona svakalega, það er svona, þetta er svo mikil heiður að fá að vera Jason. Já, og hann gerði svona meiri karakter úr honum. Já, hann var svona meira það. Líkamlega. Og líka svo þetta aðri hann á Times Square, hann hefur sagt það, og hann var svo geðveikt fá að vera hann sem Jason, hann fullt af fólki að horfa á upptökur og hann tók ekki af sig grímuna að halda þessari mystík og eitthvað. Já, það er alveg töff. Mér veist ég bara að sjá eitthvað svona eins og í rebootinu. Já. Ég er hrifnar af Derek Mears sem Jason heldur en Hodder. Hann er frábær. Ég held sko að, þú veist... Hann er nörd líka. Já, en ég myndir ekki vissum að ég held að það hafa ekki endilega verið rámt með það sparkunum, sko. Það mann finnst að leiðrætt fyrir hann, sko, því að hann elskar þetta hlutverk svo mikið, sko. Já, virka fýtt gaur, eins og Jökull talar virka rosa næs gæi. Og það var líka, sko, þeir voru búin að byggja þetta svo upp svo mikið, hann og Robert Englund voru svo mikið að djóka með að vera svona í fjúti. Já, einmitt. Þannig að það hefði verið gaman að sjá þá svo saman. Ég sagði um viðtal með þessum, sko, bara nokkru vikum á hann Freddy vs. Jason er að fara í tökur, bara það stóð að vera að kasta hann, hann er bara eitthvað, I can't wait to kick Freddy's ass, bara eitthvað svona, sko, þannig að þetta er svona, þetta er pínum svo bara, þú veist, það hefði alltaf verið hægt með Daniel Craig sem Bond bara, þú veist, þetta er 2 myndir eða eitthvað, og bara nýrfenginn og, maður er pínum svona what, en Jason Takes Manhattan, er það með eitthvað meira? Endar hann í ræsinu eitthvað og þú fáum að sjá hræðilegt andlit hana. Alveg. En það sem er auðvitað merkilegt hana er að sko hann deyr, þú veist, hann er náttúrulega eittir henni. Hann bráðnar hann í einhverju svona síru og eitthvað svona og í heimitt á Manhattan, þannig að hann er ekki lengur á Crystal Lake. Og það er náttúrulega líka merkilegt hana að þessi mynd kemur ekki eins vel út fjárhagslega á hina myndinar. Nú er þetta búið að gerast nokkra myndir að myndin eru fannar að minnka í vinsældum en ekki aukast, eins og var. Og það gera það verkum að eftir þessa mynd að þá hættir Paramount að gera þessa myndir. Og þeir selja réttindin, en þeir selja ekki öll réttindin, þeir selja ekki dæmis Friday the 13th titilinn. Þeir halda honum. En þeir selja Jason. Einmitt, ræðum þetta eins. Já, en þess vegna tökum eftir því að næstu myndir heita sko þú veist Jason Goes to Hell, ekki eitthvað
Friday the 13th. Og Jason X. Já, og Jason X. Þannig að það komið svona... Þetta breytist í svona barnabókaseríu. Jason fer út í game, Já, Jason já, já. fer út í helvitis, Jason Það er að hugsa það sko, eins og þarna Ernest myndirnar þarna. Já. Ernest goes to camp, Einmitt. Ernest goes to Manhattan og svona. Ernest goes to jail er einn. Geðveik mynd. Það hefur verið geðveik mynd, Jason goes to jail. Það er leiðilegt. Já, ég veist til það. Það er þetta geggið. Það gerir eitthvað svona 70s sko fangelsismynd bara. En ræðum aðeins þetta. Þekki þetta vel. Ágætlega. Hvernig er rétturinn og allt þetta? Því að Victor Miller skrifa fyrstu myndina. Já, svo er það einmitt náttúrulega Annað flækistig. Já. En Paramount sérst að selur á þessum tíma að núlega kaupir þetta. Já. Og þú ert að tala um það. Þeir seljur hann ekki allan pakkan. Nei. En þeir selja sko Jason karakterinn, hockeygrímuna og allt það og hans sögu og nafni hans. En þeir halda sko Friday the 13th titlinum. Og svo er flækjust í setna sem kemur það að eftir remake og svona að þá kemur Victor Miller fram og vill meina að hann hafi orðið að miklum tekjum en þess að hann í rauninni byrjar þetta allt sko. Já, bjóð til þessi karaktera í Já. rauninni. Og hann og Sean S. Cunningham hafa verið í bara réttasal núna í nokkur ár sko. Ég veit ekki eins og hvað þessi komið niðurstæð það mál. Ég held að sé búið að. Já, það, ok. En það var alltaf heilmikið dæmi sko. Hann taldi segja réttin á held ég bæði titlinum með mitt og líka hérna Jason karakterinu sko. En svo er erfitt að því að Jason er í fyrstu myndinni en hann er ekki Jason sem við erum að tala um Nei. í rauninni. En það er að koma núna sjónvarstættir Jason Litla. Já, sem að Victor Miller þá eitthvað verið... Ég er ekki alveg viss. Nei, Þetta er rosa flókið. Þetta verður eitthvað NBC þættir. Ég held með þess að Brian Fuller sig gera. Já, það. Sem er ekki Hannibal-gorinn. Já. Ég held að hann sé eitthvað... Jú. Já, fólki á baku Hannibal er að gera sér. Ég held það sko. Þannig að þetta geta alveg eitthvað vandað. En þess vegna fá ekkert að sjá, ég veit kannski ræði þetta betur eftir en í 2009 útgáfinni, kemur bara ekkert meira Friday the 13th. Nei. Og það eru nokkur ástæð fyrir því. Það er ekki bara þetta. Þetta var svona setna sko. En það voru nokkur ár þar sem að við tölum kannski það byndu bara í þeirri mynd sko. En þetta er síðasta Paramount mynd. Já, New Line Cinema kaupir svo þetta. Og gerir... Jason Goes to Hell. Ég hata þetta lúk. Já, þetta er sérstætt. Ég bara, já. En þeir Akkur gátu... líka með einhverjar horflix. En þeir sjáu líka þeir sjáu þarna, sko, þeir mega ekki nota Friday the 13th, þeir segja sann, sko, The Final Friday. Já. Þannig að þetta er mynd nummer 2 í 12 myndaseríu sem að heitir The Final eitthvað. Já, Final Chapter, Final Friday, alltaf endi þetta. Ég man þegar ég var úlingur, það fannst mér þetta hulstur alveg vel cool, sko. Þetta er Jason Goes to Hell. Þetta er ógeðslega töff hulstur og ég var alveg hérna... Eitthvað silfur hockeygrím einhvern mjög töff sko. Gríman er flott þarna sko. Svo var hann eins og spassið þarna skilur þegar hann er komin að andlita. Hún er geggjöð þarna sko. En Jason Goes to Hell er cool titill. Já. Mér finnst það. Ógeðslega cool titill og hérna... Geggja hulstur. Geggja hulstur. Ég man eftir að sjá þetta hulstur alltaf bara þegar ég var krakki. Ég var alltaf að laumast í horrorseksunum þegar ég var krakki og man alltaf eftir þessu. Fattaði ekki, þú veist, þegar ég var unglingur að byrja að horfa á þessar myndir og fattaði ekki að þetta átti að vera Friday the 13th. En það er svo merkileg saga líka á bakvið þessa mynd sem að gera verkum að hún er eins mikil vonbrigði hún er. Og ef einhver hlusta þennan þáttinn ekki fyrir þáttinn sem nú fólk hættum ekki að gera til hlusta báða en hérna þá er það búið að koma fram að það er svona samhljómur hérna nánast það að þetta sé sísta myndin í seríunni og bara léleg mynd. En það sem veldur svo miklu vonbrigði með það líka að þarna er New Line Cinema komið með það og ólíkt Paramount, þeir eru stoltir að því að vera með svona myndir skilur. Þeir myndu bara, þetta er bara Nightmare on Elm Street myndin að byggja upp það fyrirtæki og þú veist, þeir eru með svona independent streak, þú veist, ofta að leyfa bara leikstjórum að gera svolítið sitt og svona og margar góða myndir sem hafa komið þaðan og þarna að gera þessa mynd og þá fá þeir Sean S. Cunningham aftur til að koma borð og hann er framleiðandi á þessa mynd og leikstjórinn er bara ungur strákur bara nýkomin úr kvikmyndaskóla sem er sko einn af bestu vinum sett sonar sko Sean S. Cunningham og hann ólst upp með sínan sko að fara á settið þess að pappinu var að leikstýra sko Sean Cunningham og hann var á settinu í fyrstu Friday-myndinni þannig að hann eru sko algjöru svona aðdáendur seríunnar sem koma og þessum svo skrítið að þessi mynd verður einhvern útkoman en það er nokkur hlutir hann að bakvið og þú veist það er náttúrulega þessi krafa að gera eitthvað nýtt sem er búið að vera svo mikið í undanfarnum myndum og þeir sem sagt Sean Cunningham segir í dag að þetta hafi verið mistök að fara þessa leið en sagan segir að hann hefði svolítið ítt á þetta á sínum tíma að þess að þyrfi að það er að gera eitthvað í þessu með Jason og svona og... Nýtt útgáfa fyrirtæki, nýr tími einmitt. Komin á 10. áratuginn skilur svona og menna
Já, þú veist. Segir hann ekki líka, ég vil ekki sjá þessu hokkigrim. Jú, Hafa hann sem minnst bara. ég heyri það náttúrulega, ef það kemur það fram í heimildinni Mér minna það komið fram í heimildinni. Ég man að ég hef heyrt að það hafi verið einmitt ein ástæð fyrir því að fara þessi leið, en þarna fara það í ennþá meiri yfirnáttúrulega feeling og plottið er það að Jason er drepinn og hann er alveg, þú veist, það er mörkur og líf, hann er bara sprengtur. Bara í byrjuninni? Já, það er ekkert útskilt alltaf hvernig hann komst frá Manhattan og hvernig hann náði að verða ekki svona bráðin af sýru. Já, og það er líka svona einhverju hersveita mönnum sem er að plata, þetta er svo... Mér finnst það reynda flott sena. Ég maður er pínum bara svona hvað er í gangi. Ég horfa að hugsa hvað er að gerast, en þú veist, ég þarf að voru að hugsa ákveður var hún bara að fara í bað. Hún var eitthvað svaka FBI skvísa, en þá var þetta allt plan. Já, hún er að taldra hann. Þú veist, hún að gera þetta eins erfitt fyrir sig að komast í burtu þess að hægt var. Þetta er að setja sér í aðstæðar þar sem að hann bara kemur inn og dreifur. En sko, já, svo fara þess að leiða aðsett að hann verður einhvern veginn svona andi, þessan dímon í rauninni. Hann fer milli líkama, já. Klakkar að milli, sko, þannig að fólk verður Jason sem er samt ekkert eins og Jason og ekki með grimmun einu. Og það var óþól út af því að þú vilt bara sjá Jason. Einmitt. Ég vil ekki sjá einhvern gæja sem er, hérna, lögfræðingurinn hans, skilur, sem er bara, skilur, eitthvað, ég vil ekki sjá einhvern gaur sem er bara, einhvern nobody, verða Jason. Einmitt. Sko, maður ber ákveðna virðingu fyrir því, að þeir hafi alltaf að gera eitthvað algjörlega nýtt og þeir eru aðdáendur á bakvið þessa mynd. Þú veist, það er, maður verði svingið. Já. En þetta er samt swing and miss. Of course. Hún er svo illa klift, sko. Hún er sko svo hræðilega, sko, allt tempóið í þessari bíómynd er svo leiðilegt. Hún er svo illa samsett. Hún er svo illa samsettið mitt. Það er bara, þú veist, eitthvað megin, sko, þú veist, þetta er svo einkennilegar ákvarðanir. En svo þarna öryggisundin hann, þú fyrst í Jason og það, þú veist, hann er svo, hey Doc, where are you going? Og svo bara, cut. 2 guys were found in a morgue. Hætti þessu. Og það var Kane Hodder sem Já. Þeir reyndu svo líka, þeir voru eitthvað líka að reyna að stabilisera að Jason væri deadite úr Evil Dead myndunum. Já, einmitt. Af því að Necronomicon, bókin, er í myndinni. Og það, ég hef lesið... Tókst ekki að því? Ég mista því. Varstu komin í síman? Ég var bara hataði límið þetta. Ég hef ekki lesið myndasögurnar, en það kemur einhvers það fram þar að mammans hafi notað þetta Necronomicon til að líka við. En svo eins og það, ef hann er deadite, þá hafa hann sér ekkert þessu deadite. Alls ekki. Og þetta er deadite sem er miklu meira attitude og tjásið tölvöld meira heldur til þú veist Jason. En mér finnst alveg gaman eitthvað smá easter egg hana. Þetta var ekki svo easter egg, þetta var bara, þú veist, þetta var rosalega in your face bara. En já, þeir eru svona að reyna að tengja alls konar. Þeir líka eru að fara, þetta er svona svolítið sem ég horfa á allar hina sérina sem eru í gangi. Þess að svo fara líka smá í þetta Halloween dæmi að skoða eitthvað, sko, hver er nú eitthvað hálfsystir hans og barni hennar, eitthvað svona, þú veist. Sá gæi líka maður, þarna fucking með kúrikahattinn, sko, bara, þú veist. Hann var svo skrítið. You have to find his sibling to kill them. Þetta er svo léleg mýta, sko. Þetta er svo eitthvað, somebody with the war his blood. Já, og svo líka, hver er þetta? Af hverju veit hann þetta? Og af hverju hann svona brjálaslega áhugasamur. Og hann var líka, sko, einkennilegasta klippa var þegar þeir voru búin að sprengja hann í tætlur. Og þeir sagði bara, finally, Jason gone. Það var hann alveg, don't be so sure about that. En fjandarna vissi hann hvað var að fara að gerast. Þú veist, var þetta búið að gerast oft eða? En höfðu, ég vil ekki drulluna leikara. Hann er geggjaður leikari. Það er einhver stort hlutur ekki X-Files. Já. Ég veit alveg hvað leikari þetta er, sko. Já, bara ég vil ekki hlusta á eitthvað drull hérna. Karakterinn er hræðilegur. Já, karakterinn er alveg og bara hans innkoma í þessari mynd, sko. Já, hver var línan sem hann segir, það sem hann er í einhverju fréttaviðtali og fréttamann spyr, þegar ég segi Jason Voorhees, hvað er það fyrsta sem við dettur í hug? Og hann segir eitthvað stelpa, ég hugsa litla stelpu í bleiku pilsi að setja pilsi í gegnum kleinuring. Það er svona fáránlegt. Það var línan, þú veist, maður ekki nák, sko, ég er alltaf bara að parafreysa þetta en. Svo var hann að tala við eitthvað kaffihúsuna og hann er eitthvað með farin að hóta, ég ætla að vera að sofa hjá konu og lögreglustjórum. Þetta var eitthvað svona, hann er eitthvað með svona búið að segja, já, var eitthvað svona bara, hey chief. Eitthvað, þú veist, bara að ríða á kjaftar öll lögregludeildina á kaffihúsinu. Já, hver var hugsunarfræðin á bakvið þennan karakter? Svo líka hverfur hann bara í 40 mínútur. Hann gerir ekki neitt í þessari mynd, það er nú mál, sko, það er bara... Svo kemur hann bara drepinn, skilur. Hvernig fyrir þetta lúk á Jason? Ég með hann á sjónvarpinu þegar hann er í byrjunarðurinu. Hún er brunnin inn í einhvern veginn bræðisveg. Hvernig var það undir lokinu og svo langt síðan ég sá þessa mynd? Ég horfði aldrei á hann aftur að því, það var svo léleg. En
kemur hann ekki aftur undir lokin? Jú. Hvernig gerist það? Það var þegar þegar sko hann á hálfsystur. Það kemur ljós í þessari mynd. Einmitt. Og hún á dóttur, sem er frængans. Já, hún er sem sagt dáin í loka part af myndinni, sko. Við erum einhverjum kjallara, ekki? Jú, hún er einhverjum kjallara og hann fer inn í hana. Og þegar hann fer inn í ættingja, þá kemur hann aftur sem sitt upprunalega form. Já. Þetta sem ekki alltaf enga sem, sko. Nei. Með grímur og allt. Það búið að sprengja hann í tætlur, sko. Þú veist, þetta var svona, þú veist. Já, en ef hann hefði komið aftur sem Jason í mynd nr. 2, eða 3, skilur við. Já. Það hefði verið cool. Menur lúk? Bara lúk, bara svona back to bara, ef hann á að koma aftur, láta hann það bara koma aftur sem Jason, skilur. Ekki láta hann koma aftur sem, þú veist, bara eitthvað burn victim með stálgrímu, sko. Eða bara mæta aftur sem bara barnið og bara getur Jason fært að nýja slóð, fengið sem mentun. Já. Megar ekkert sem Það er að vinna í sínum málum og hættur. En sko, ég man eftir að leikstjórinn sagði það einmitt, að hann vildi að fólk myndi sakna Jason. Og svo myndi, Við gerum það. Og svo myndi fólk, sannlega, og svo myndi fólk sko fagna þegar hann kæmi aftur. Og Bara too little too late, sko. Gerði líka bara að það þokkala mynd þangað til. Já, ég veit. Þetta er ekki góð mynd. Ég er strax fyrirgefinn ef fólki hefði bara líkuðu sett á sig grímu, sko. Bara það var eitthvað presence á Jason. Ég meina staðan fyrir að vera bara eitthvað venjulegt fólk að lappum Það er ekki nógu mikið karakteringir að vera Já. Það er ekki karakteringir Jason voru, skil. Já. Ef fólk hefði allan að sett á sig bara grímuna og fundið sveiðið, þá hefði ég svona einhvern veginn geta fyrirgefið einhvað. En það var bara konin nr. 5. Já. En svo fyrir utan það líka, þannig að þetta er svo rosalega óraunverulegt, sko. Eitt er að það séu svona aðeins sem fyrir síðast, hann er svona zombie og maður svona, já, hann er zombie, þú veist, þetta bara, já, ok. Kaupum það. Já. Hví ekki? Og svo er svona eitthvað, já, ok, hún kann eitthvað aðeins að færa hluti með hugunum, jú, ok, þannig að ótrúlega hlutir hafa alveg gerst eitthvað staðar og þannig að... Leyfum þess að slæta. Já, einmitt, en þarna er þetta orðið bara eitthvað, þú veist, algjör steypa og passar ekkert við fyrir myndir, sko. Af hverju var hann að borða hjartað úr einhverjum, þú veist? Já, það var líka aldrei útskýrt eða ekki? Hann átti að hafði eitthvað að gera með hljóðið í hjartarslættinu með eitthvað, sko. Þetta var... Það er læknirna sem er að krefja hann. Já. En var það ekki með þess að mjög random bara? Byrja hann ekki að gera þess að myndir? Það var ógeðslega random. Svona, þú veist, aðdánvert að sé bara 12 mynda bálkur sem það er ekki að útskýra skapaðan hluti. Nei, af hverju er hann ormur í þessari mynd? Þetta er alveg, Já, hann er eitthvað svona ormur sem fer inn í fólk og eitthvað... Enda er þessi mynd svo líka bara hundsuð í framhaldinu, sko. Þessi endir og þetta, það er ekkert meira gert með þetta. Það er eitt alveg budget í þetta cover allavega, sko. Þetta er memorable cover. Já, þetta er skemmtilegt cover. Og það er einhvern veginn, sko, opnarsennan, skemmtileg, og síðasta skotið. Já, talaðu um það. Jökull, hvernig er endamyndin? Hann fer til helvítis, gríman er eftir, og svo kemur kunnuleg hönd sem sagt Freddy og tekur og þetta er hendur hans Kane Hodder sem er að taka grímuna. Einmitt, það er rétt. Og þarna voru þeir búin að ákveða að þeir ætlaði að gera Freddy vs. Jason. Og það var náttúrulega eina ástæðan fyrir að New Line kaupir hennar rétt, sko. Það var alveg hvað 10 ára setna, 12 ára setna? Hún var bara í production hell í 10 ára. Já, hún kemur 10 ára setna. Þetta er bara eitt versta dæmi það bara í kvikmyndasögunni. Þetta er 92 eða ekki? 93. Þessi höndi á afmæli í ár. Já. 30. 93. Fagna þessari yndislu mynd. En hefðu þið ekki verið frekar til í, þess að ég fór að hugsa út frá titlinu bara. Ég hefði alveg frekar verið til í bókstaflega þá mynd. Bara fyrir helvitis. Bara eitthvað svona sponsing. Já, bara, þú veist, byrjunarnir er svona, ég er kannski vilja að fá... Pínu svona bara eins og, þú veist, Evil Dead, Army of Darkness, eða þannig bara svona, berjast við ykkur svona, Já. Bara hann fyrir bókstaflega til helvitis, þeir að lofa mér því þarna í titlinu. Jason Goes to Hell. Það getur verið svo geðið hann að hakka bara eitthvað svona tufla eða bara eitthvað svona skilur eitthvað. Það getur verið eitthvað svona, ég veit hvort þið spilir töluleiki Doom. Já, nákvæmlega. Bara eitthvað hann bara svo Doomslayri bara í einhverju helviti. Það getur verið skemmtilegt alltaf. En í staðin fengum við einhverja... Þetta er bara gott aðeins að titillin er betri myndin sjálf, sko. Hún er líka rosalega 90s, þetta er rosalega 90s mynd. Ógeðslega 90s. Þetta er rosalega, sko, neikvæði parturinn á 90s. Já. Líka 90s horror er ekkert sérstaklega. Nei, því miður. Og þetta er svolítið innkjæmdi fyrir þann áratug í hrylling. Já, það fara næstu mynd, þetta er alveg. Fyrir næstu mynd. Já, Jason Goes to Hell, drasl.
Og við erum allir saman þetta er drast. Svo líða hana mörg ár og það er verið að bíða eftir því að gera Freddy vs. Jason. En svo er það alveg bara fast í vesinu og ekkert gerist. Þannig að það ákveða þeir að henda einn út í millitíðinni bara. Já, bara gerum nýja Jason. Já. En þeir samt gera neymitt, hún gerist árið 2455. En ekki byrjunarðurinn. Eða það nokkuð? Hún á að gerast 2008. Já, eitthvað svo leiðis. Sko ég elska líka bara að þeir ákveða ekki að vera 40 ára með tíman. Ekki 100 ára, þeir fóru 400 ár frá með tíman. Ég var búin að stengla með því, sko, ég var bara 400 ár. Akkurat. Eins og þetta verið eitthvað svona mega race, eitthvað svona að fólki sem fann hann, þú veist. Einmitt, en þetta er alveg þannig, sko, að maður veit það að kvikmyndaserja er alvöru kvikmyndaserja þegar að fara út í game. Já. Leprechaun í 10. myndinni. James Bond hefur gert þetta, Leprechaun hefur gert þetta, Fast and Furious hefur gert þetta, Hellraiser. Mér langar svo mikið að sjá Scream in Space, sko. Það ætti að vera 7. myndir, sko. En ok, Jason X gerist í framtíðinni, myndi byrja á því að þeir búin að fatta það er ekkert að drepa Jason. Hann er frystur. Já. Ég dýrka hvernig þeir hlaupuðu þann part. Það er bara allt sem gerist á því byrjunni eru 3 mínútur. Já, og í rauninni... Það er bara, yeah, we're gonna explore his regenerated power. Eitthvað, þú veist, og svo bara vakna hann, dreipur alla, frostnar, 400 ára setna. Og í rauninni, sko, þau veist alltaf hoppað yfir 9. myndina, Jason Goes to Hell. Og það er kannski einhvern hægt að fara rauk fyrir því að Manhattan sé ekki hunsu beint, sko, því að en þannig að hann er bara hann fangi í einhverju rannsóknarstofu sem er samt, sko, Crystal Lake Research Facility, eitthvað, sko. Suðanbúður ekstra ekki að borga, þannig að setja bara rannsóknarstofur. Mér fannst það ljótt lúk líka á hann. Mér fannst hann ekki flottur. Nei. Já, áður en hann breyttist í þetta cyborg. Og þetta er síðasta Kane Hodder myndin. Já, síðasta Kane Hodder. Og í opnunarinu þá hún eitt svolítið skemmtilegt cameo, það er hann David Cronenberg. Já, Cronenberg læti drepa sig að því byrjunni. Hann kemur að fara að vera í smástund. Vissum það hætti? Já. Já, ok. Spurja, ég bara spurja. En þessi mynd þú varst að tala að sko, Manhattan var svolítið guilty pleasure hjá þér, sko. Þetta er mikil guilty pleasure mynd hjá mér, sko. Þannig að þetta er algjör drastmynd, en ég hef alveg mjög gaman að henni, sko. Hún er alltaf ekki leiðilegri en Jason Goes to Hell. Ég sagði við minni, ég kveið þið svo mikið að fara að orða þessa mynd. Ég var alveg bara á þetta, ég myndi þegar að sé smá af henni okkur atrið og svona, það er svo leiðilega, þú veist, og hann sagði, neini, þetta er fín mynd, hún er mjög langdregin. Hún er miklu lengur en á að vera, sko. Já, og hún hefur ákveðin skemmtanagildi, sko. Hún er það alveg, sko, og það er mikill húmor í henni. Það eru one-linerar og það er svona... Það eru nokkuð góð kills, ég gæði það, eins og gæðin hann sem fer á drasl og snýst svona. Skrúa svona niður, og svo kemur einhver kona að hann og sem við talsum, hver er staðan á þessum? He's screwed. He's screwed. Og uppáskilum mitt í þessar mynd, og örglega eitt af mínum uppáskilum í allir seríunni. Ég held ekki hvað það var það fristir, það er þokkulega gert. Það er... Það er líka að gera það við stelpunna á rannsóknarstofunni. Já, það er mjög... Það er eitt af fyrstu kilónum, það er ekki þannig að vaknar. Einmitt. Það er ekki fyrsta kilið? Jú, það er fyrsta kilið hans. Fyrsta kilið hans í geimnum. Já. Og já. Sveppaokurdóttir líka, kemur aftur svona callback í það. Einmitt. Þetta er sko, hún er svolítið svona líka vitna í fyrst með svona 80s sci-fi myndir, svona Roger Corman myndir. Það voru nokkuð þannig, þetta er svona, og er svona svolítið svona einmitt, veit af sér. Þetta er svona cheesy mynd og svona. Og já, en það er basically bara hann kemur, þeir finna hann svo þetta rannsóknarteymi fyrir jarðarinnar, finnur hann og svona The Final Girl sem hafi verið frosin líka. Já, þetta er Earth 1. Einmitt, Earth 1, þetta er komin Earth 2 og þeir fara með hennum bara í geimskipið og... Ég elska bara þegar hún vaknar eftir 400 ár. Where is he? Einmitt. Strax. En ég hef líka svolítið gaman að því. No worries, he's on board. Bara, oh my god. Ég hef gaman að því að það er Jason Voorhees er bara frægur. Já. Bara ekki er þetta Jason Voorhees sem þeir morðingin. 400 árum setna bara. Þetta var frægur fjöldamorðingi, hann draf 89 manns. Já, þetta er eins og þetta meikar alltaf ekkert sens, sko. En svo er líka eitt sem er svo skemmtilegt með þess að það er ekki Harry Manfredini, en það er samt svolítið skemmtileg tónlistin í myndinni, sko. Já, ég tók eftir því, það kemur ekki aðna... Nei, en það kemur svona sci-fi þema sem er svolítið skemmtilegt. En Jökull, þetta finnst ykkur leiðinlegt? Nei, mér leitti svo sem ekki á hann, sko, en bara þarna eru liðlustu leikarnir, sko. Það er sko alveg bara, hands down,
En ég held nefnir að það gert það viljandi, sko. Svo með grunar þeir hafi bara verið að biðja fólk að vera eins lélegt og gat, sko. Þetta svona svolítið þannig, samtölin líka hann. Þetta er svona pínu, þetta á að vera kjánað, Já. Og það sett, handilsöfundin heitir Todd Farmer, hann sem saman skrifaði My Bloody Valentine 3D og hann Drive Angry líka. Nei. Já, ok. Og leikur smá aukulautur í myndinni, hann er einn af sérstaklega sem er í tölvuleiknum. Já. Ég dýrka líka bara sambandi milli vélmennisins og hvað sem við bjóðum til. Það er bara eitthvað svo, þú veist, það er eitthvað svo brenglað samband. Og skemmtileg leikur eins og leikurna, þú veist, Starbuck úr Battlestar Galactica. Einmitt. Sér leikur... Starbuck, hún er ljósarið í þáttunum. Hún leikur ekki í Jason X? Jú, hún er vélmennið. Ertu að tala um Katie Sackhoff? Nei. Það er ekki hún, hann er góð. Ertu að tala um nýju Battlestar Já, ég er að tala um... Kom út fyrir nokkrum árum. Já, er þetta ekki hún? Það er Katie Sackhoff. Já, þetta er ekki hún alltaf, hann sko. Hún sem leikur Bo-Katan í Já, Mandalorian. er þetta ekki hún? Nei. Þetta er ekki hún. Það er svo svarað að þetta væri hún. En hún er samt, alveg smá þekkt held ég, hún hefur verið í einhvern þáttum og svona. Hún var í, herri, byttu. Hún var ekki einhvern Star Trek þáttum. Getur þú að ruggla því? Það skiptir ekki öllum máli. Þetta er alltaf ekki Katie Sackhoff. Nei, ok. Ég segi þannig að við hefum getað fengið allt annað mynd hérna. Ef hann hefði fengið þetta upgrade, ekki bara þegar það voru 7 mínútur eftir að mynda. Ef hann hefði fengið upgrade bara, þú veist, á bara fyrstu 20 mínútunum og það hefði verið ennþá verið fólk í gameskipinu, sko. Það hefði þetta getað verið algjör splatter, slasser mayhem, sko. Finnst ykkur þessi Uber Jason, hann er kallaður Uber Jason? Mér fannst hann að skemmtilega, sko. Er það flott? En ég hefði viljað sem meira á honum. Ekki bara hann var í tindur eitthvað staðar í Crystal Lake hermi, sko. Mér finnst þetta flott look fyrir hvernig mynd þetta er. Já. Eins og þetta er alveg gaman aðeins, en maður myndi þetta ekkert vilja hafa hann svona samt. En út hann er í geimnum og þetta er 2408, skilur. Þá 24, 55. Höfum það rétt þetta, þetta var 24, 55. Skilur, þá bara fyrirgefið það, sko. En ég menna, en ég hefði viljað segja hann að drepa fleiri svona. Hann drap eitt svona eitthvað. Já, hann er svona lítið svona. Já. Myndin er bara búin þegar hann kemur eitthvað, þegar hann fattar hann er í einhverjum simulationum. Já, hann er bara svona í climaxinu. En já, ég horfði á honum hátið í dag. Hún er mjög langdregin. Já. Hún er löng, sko. En Jökull, verður hreinskilin, myndur frekar horfa á Jason Takes Manhattan aftur heldur en þessa? Finnst þér hún skemmtilegri? Ég myndi ára þess að þrisvar röð frekar hann aftur. Já, sammála því. Já, ég held það, sko. Frekar horfa á átta heldur en þessa. Ég er með eitthvað rosa, ég get ekki útskýrt það, sko. Ég er með eitthvað soft spot fyrir Jason Takes Manhattan. Ég er bara eins með þessa mynd, það er það sama. Já, það er eitthvað, já. Því ég sá hana líka einmitt þegar var úlingur, sko, og svona, var mann eftir henni. Svona, já. Ég er bara góður með kóra, sko, ég þarf ekki að horfa. Mér finnst þessi, og Jason Goes to Hell og þessi, það er líka, þetta eru rosa mikla svona sjónvarsmyndir. Já. Lúkið á þeim. Fór hún ekki beint, var þetta ekki bara... Nei, hún fór alveg í bíó, sko. Fór hún í bíó? Ekki hér. Ekki hér, þannig í Bandaríkjunum, sko. Ég man nefnilega, sko, já, ég leiði hana þegar hún kom út. Svona mynd sem var singlaðan 1:30 á Stöð 2. Það er þannig, sko. Ég sá hana bara, ekki 2001? Jú, hún fór bara beint á... Já, ég sá hana bara á VFS. Já, sama hér. Fyrir en DFD. En mér finnst það líka flott coverið, sko. Það er hann að, ég man alveg skemmtilegt. Ég man þetta að sé það á vídeolögunum til maður ennþá yngri, sko. Flotta augun hana og svona. Einmitt. Ég man eftir að vera ógeðslega spenntur fyrir henni, þegar ég var að lesa hana í myndbönd mánaðins. Já. Ég var bara spenntur fyrir það líka. Bara út frá svona útlýslegum pælingum, sko, þá er þetta svo klámynda hulstur, sko, stafirnir, sko. Stafirnir og exit, sko. Við gætu skiptið svo út, sko, að það var ekki hann að baka, þá var þetta svona eins og það var eitthvað svona ógeðslega ódýr klámynd. Þetta minnir mér svolítið á, þeir gera oft, að kemur eitthvað svona hittari út, svo gera svona klámynd útgáfa af þeim. Það gæti svona verið triple X útgáfan af ykkur Jason. Já. Og sko, bara 2X. Og CGI-ið í þessari mynd. Já. Þetta kom klála á 2001. Mér finnst það samt, sko, skárra en svo í Freddy vs. Jason. En við þetta tala það líka. Sérstaklega þegar hann er að regenerate, þá er ég bara svona, ok, þetta er að kosta alveg $2,000. Þetta er alltaf læg.
En svo endar hún alltaf svolítið skemmtilega, sko, hún endar alltaf þannig svo að þau eru komin hjá Earth 2 Já. og hann sko fer einhvern út í geiminn og endar því að hrapa til jarðar í einhvern svona Crystal Lake sko á Earth 2. Já. Og það Já, er par eitthvað, bara, what you wish for. Einmitt, Hvað sér, 2455? Já. Það er okkur teppi hjá Crystal Lake. Einmitt. Skilur við bara eitthvað, hey, what was that? Eitthvað svona, let's go check it out. Þetta var alltaf nýjörð. Já. Þetta var ekki jörðin okkar. Nei, þannig að hann fær svona framhald á nýri jörðin, maður getur alltaf séð fyrir sér svona En voru þið ekki á þó að Crystal þessar Lake? myndir séu Var búnar þetta ekki, hérna, var að hann þetta- einhvers þar út í heimi að bara ennþá. Nei, þetta var ekki ekki- okkar Crystal Lake. Nei, það var Crystal Lake Planet Earth 2. Já, Getið þið líka það er talað ekki aðeins- sagt Crystal Lake, þetta er bara svona lítur út eins. Getið við líka tala aðeins að sko árið á að vera 2455 og þeir eru öll klæddi eins og árið 2001. Ég meina, þetta er bara náttúrulega svo að það hefur ekki verið neinn þróun í mannkyninu. Já, og svo Og þú veist- líka svo fyndið að þau eru öll hann sko vita allt sem er að gerast sko árið 2000, eða fattir þau eru eitthvað, þannig að það er einhver sem er eitthvað, fyrst eitthvað, hvað er þetta sem er andlinu? Þetta er hockeygríma, eitthvað, þetta er svona, Já, einmitt. þetta er allt eitthvað svona, They played hockey back then. Já, samt vitaði ekki hvað reiðhjól er. Einmitt. Það var lína í myndinni þar sem að þau láta hann hafa byssu og do you know how to use this? Og bara, yeah, it's like riding a bicycle. What's a bicycle? Það er frumbyggjar í framtíðin. Já. Skilur þess að bara veit ekki neitt, sko. Einmitt. Og þú veist, og þegar hún kom að það með hægla og skaut lappirnar undan honum, og hugsaði bara svona, ok, hún fekk uppgreitt, hvar var þessi biss allan tíma, skilur? Já. Þau eru hlaupandi, bara skilur kemur bara I got an upgrade, með eitthvað rosalega hæglabissu, þess að skýtur hann í tætlur, sko, bara, þú veist, bara. Ég fílaði lúmsand Já. velmenni, Já. hún stútar hann hana. og svo er, þó að Þar þetta sé fengum ekki, við smá svona fight, sko. Smá Það var líka fight, smá já. fight við, sko, veru sem átti séns í Jason. Já. Já, einmitt. það er svolítið verið að rippa Matrix. Svolítið. Já. Alveg 100. Þetta er bara gallin og allt, sko. Já. Þú veist, bara, þú veist, og perverta gaurinn sem bjóð hana til, skilur, eitthvað bara, skilur, það var allt svo einkennilegt samband milli þeirra líka. Já. en þeir sögðu það líka, held ég, þeir sögðu, sko, þeir sem myndu að koma út eitthvað, þetta er Friday the 13th fyrir Matrix-kynnslóðuna. Já. Þetta ekta svona Hollywood dæmi, sko, að segja Allar myndir sem kom út á þessum tímabili voru bara endalaust að referensa Matrix. Hún líka hafði svo mikið Það var áhrif á. ekki bullet time, eitthvað svona atriði, þá var það eitthvað, þú veist, eitthvað svona barda-atriði, þú veist. Eða einhverju leður í frakkar. Já, eitthvað, eða að gera svo- parodíu af þessu slow motion Já. dæmi, sko, það var Já. ógeðslega mörgum myndum á þessum tímabili. En að þið vorum að tala um leikaran í henni og hvaða leikar eru lélegir og svona, það er eitt sem var alveg solid, sko, og það er hennar sem er líka í hennar Spartacus-þáttunum og hennar og 300, Einmitt, hvað heitir hann aftur? ég man ekki hvað hann heitir, hann var svona aðal Hann er sérstakurinn. með look, hann er með geggja look, sko. Já, Ég ætla ekki að segja þessi besti leikari sem ég segja, en hann nei, er með geggja nei, look, sko. hann er svona karakterleikari og leikur alltaf svona harða gauðra, sko, Einmitt. og hann stóð alveg svona, það var svona smá líka þess að tala um að fá út harða gauðra móti Einmitt. Jason, það var svona smá þannig Já, fílingu. hann er líka óðali í Jason, sko. Já. Hann má ég það, sko. Hann fór out with a bang, sko. Og ég man ekki svo hvernig hann dó í myndinni. Hann hrapaði jarðað með honum, sko. Já. Já, sem baraðist við hann alveg, Hann alveg í deyr lokin. henni tvísvar, sko, fyrst er hann stungin, sko, Það er svo fyndið að Ég elska þegar málínu. þegar hann er út á gameskipinu. Það er að tala við þau. Já, þegar hann segir stungi hérna, fyrst. já, þegar hann stungi fyrst heldur að smá potir yfir sig að fara að drepa mig og svo kemur annað og bara, ok. Svo dreipur Jason líka okkur tvo gæja, var það ekki Todd Farmer? Jú. Sem leikur í hann sem hermi hann eða hvað það var. Hann dreipur þá henni tvisvar. Já, Dreipur í herminu og svo í raunveruleikunum. einmitt. En mig myndi alltaf að þetta úbur Jason dæmi hefði byrjað mikið fyrr í myndinni. Já. Og þetta lúk sem hann er með fyrir það, mér finnst það ræðilegt. Áhverju gæti ekki bara vera eitthvað lúk eins og 4? Já. Einmitt. Hann er svo lélegt að hann bara í byrjuninu þegar hann er bundið við stólun og gaurinn svona yeah, ooh, the Já. spooky Jason boy. What? Þú veist, Myndið Hvað er ranka hana hátt? bara almennt við bíómyndir það. Nei, í frættisseríu. Já, hún er alveg... Ég, Hún er út frá árlega skemmtina full- gildi, þá er hún alveg yfir helminum hjá mér, sko. Hún Hún er í er- eftir hlutunum. Hún er mjög látt hjá mér, sko. Jökull ekki hrifin. Þú veist, ég hef svona, já, þetta er annars svona guilty pleasure, það er alveg, bara konseptið Jason fyrir út í game, sko, það er töff. ógeðslega fyndið. Já. En mér, já. Settisannið, leikurinn og bara hvað hann var sent Uber Jason hann þá eða þóldi ég saman ekki, sko. En myndið það setja hana, ég er ekkert að byrja að ranka alla myndar, en myndið það setja í botnin Jason Goes to Hell, og svo, ég veit að þú myndir ekki gera byrju. Manhattan. Svo Jason X.
Nei, Manhattan, þú veist. Já, Hún skára en Manhattan, sko. Manhattan og svo myndur setja Jason X. Já, og 5 var líka, mér varst 5 eitthvað, Já, fimmuna með þessu 3 í 5 var erfið, sko. Og það var út að ég var hann í mixun hann, sko. Það var þetta var allt Þitt klúður. Það var mitt klúður, algjörlega. Frances, það er ekki að líða yfir það, sko. Já, ég myndi setja þess á undan 5, sko. Skemmtilegri. Já, finnst þessi skemmtari? Já. Heldur 5? Já. Ok, og að fara að halda Það var áfram. rosa erfið líka, já. Þessi endar einmitt á þarna Crystal Lake eitthvað vatnið hann í framtíðin eitthvað Earth 2. Ég elska líka bara hvernig það búið að svona greenskrína, þú veist, þau inn í, það var bara inn í einhverju stúdíu og síðan bara eitthvað svona, þetta var svo lélegt, lélega loka sinna, sko. Öll myndin er svo cheap eitthvað. Já. Ég elska samt senuna það sem þau gerðu þarna callbacki fyrir sveppoka-atrið og bara línan Hey, do you want to smoke pot and drink and have premarital sex? Já. We love premarital sex. Mér finnst það reynda mjög... Þeir alveg hafa gaman Já, að Það er er svona- að gera smá grín, sko. Það er alveg, það sést alveg að þau voru ekkert að reyna að gera góða mynd, þau vildi bara hafa gaman að þessu. Einmitt. Vildir ekki bara halda boltan og rúlandi eitthvað með að var að græða þetta Freddy vs. Jason sem að er næsta mynd og það er Freddy vs. Jason. Og hún kemur út bara 2 árum eftir Já, Ég er að taka 2003. eftir nána með svona sokkskalahaus, svona, þú veist, hann er með svona eins og, hver? Jason? já, hann er með svona, þú veist, eins og þegar börnum er tekið með sokkskál, þú veist, svona, þú veist, svona, verður hausinn átt svona eins og Conehead, svona. Ah, Svona, Svolítið. ég hef aldrei pælt í því, höfði, ég er bara að segja þetta sem mynd, sko. fyrir núna. Ok, Freddy vs. Jason, 2003, ég var mjög spennt að sjá hana, fór hún í bíó. Mér finnst hulstri kúl. Já. Ég var mjög hrifin af hulstrinu, sko. Mér finnst það svona, ég var mjög spenntur þessar mynd til að koma í bíó. Hvað er það að tala um? Var þetta góð hugmynd, setja á 2 saman, heppnast þú vel? Þetta var frábær hugmynd að setja það saman. Hvernig það gerist fannst mér líka mjög sniðugt, sko. Það Freddy dregur honum helviti af því að allir í Elm Street eru búin að gleyma honum og hann vil vekja eftir 8 til að hann geti verið með comeback. Já, þannig hann er kraftlaus bara í rauninni. Já, hann er bara kraftlaus af því að Fólk er ekki að tala um hann, já. Já, fólk, það er ekki að tala um hann, það er ekki hrættur lengur og svona og mér fannst það alveg mjög clever í hann, sko. Svona restin, allt sem gerist svona inn á milli finnst mér svolítið bleh. Ok. Mér finnst make-upið á Freddy Krueger bara svo lélegt í mynd. Já, Mér það var finnst mjög það vera lélegt. svo shiny eitthvað og það var svo glansandi og lélegt allt eitthvað, þú veist, og mér finnst hann líka eitthvað svo, þú veist, ég hefði viljað sjá hann aðeins bara í, skiluru, ég veit ekki hvað það var, en það var eitthvað bara með útlitið á Freddy, sem var eitthvað svo, Já, eitthvað boring, og eitthvað það er svo leiðilegt að þetta er síðast skipt sem að Robert England, Englund já. leikur hann. Já, þessi mynd er náttúrulega mynd ekki góð. Hún er samt með nokkur svona, með samt nokkur svona redeeming qualities, og getur það maður var sagt, svolítið sko. jákvæður, gagvart allir. Já, Ég verði jákvæðar, ég ætla bara að segja eitthvað strax. Ok, Pétur, já. Nei, sko, þegar ég sá hana fyrst fannst mér hún geggjuð, sko. Þegar ég var úlingur og sá hana, þá fannst mér alveg bara geggjuð og bara, og það eru nokkru hlutir sem ég fílaði mjög við þessa mynd. Og það er til dæmis, að það er bæði versta og besta, það er sko, þeir eru svolítið að prófa sáfram með CGI hana og eru með bara glata CGI, þannig að man ekki sem það var eitthvað hundur eða eitthvað, Freddy hundur sem kemur hana. Nei, Ormurinn, já. Einmitt. Stónerinn er svona að tala við hann, hey man. Einmitt. En það er hins vegar líka, þeir eru samt að nota líka svona practical effects, eitthvað af því, og það kom mjög vel út. Já. Og hún er rosa svona, sko, mörg mjög flott skot í myndinni. Já. Hún er rosa svona, svolítið, eins og sem er aðlaga myndasögur, sko, svona Sin City er svona, já. Eitt skotið sem maður sérstaklega eftir að það var inni með sjúkrarúmin, þegar allar, Já. það var svolítið creepy skot. Það var mjög creepy. Einmitt. Og senan það sem að kviknaði Jason, hann var að labba ekki um kornagrið mér. Einmitt, og hann er bara að hakka menn í sundur, og kom sko. svona að tekja á ofan, það var mjög cool. Já. En mér finnst líka svo creepy að það með sjúkrarúmin, þannig að þeir byrja allar að tala. Já. Þú veist, svona, kilur, Já. það er creepinessið við Freddy. Sko. Já, Svona, það er málið og þessi mynd er bara svolítið, mér finnst hún vera meiri sko Nightmare on Elm Street mynd en Jason mynd. Þetta er svona svolítið eins og Jason lendir í Já. Nightmare on Elm Street. Já, ég sammála því. En já, eins og á nokkra kosti hana og þú veist nokkra skemmtilega senur og svona, en hún er líka rosa brenda því að vera svona early 2000s mynd, maður sé rosa mikið að svona því sem var í gangi í mörgum öðrum hryllingsmyndu þá, sko, vera líka með eins og myndu voru hana mikið að prófa sáfram að vera með sko rappara í myndunum sínum og svona, en þegar menna Kelly Rowland í ykkur hlutverki og hana
svo var ekki LL Cool J í Halloween Resurrection eða það svona hann var í Busta Rhymes já, Busta Rhymes var hann líka, já, einmitt Busta Rhymes er í Resurrection já, akkurat motherfucker einmitt, þannig að þetta er svona þetta dæmi sem að svona eftirreikja var kannski ekkert besta hugmynd í heimi í Hollywood Svo er líka eitt sem að málega, mér finnst þú þrælskemmtileg Þetta horfðu eitthvað á mig Ég haf nút. Mér finnst þú þrælskemmtileg og mér varst gana að reyfa henni upp ég er búin að sjá hann örugglega 5 sinnum eða eitthvað Mér finnst það skemmtileg hugmynd, ég sammála þér hugmynd mér finnst gaman hvernig þeir setja það saman í myndina þeir náðulega að láta þetta make a sense fyrir mér já, cool, og það er flott lína þegar Freddy segir að segja eitthvað I searched the bowels of hell but I finally found somebody það er náttúrulega Jason, hann kemur að byrja að myrða liðið og eitthvað og þá fara þær að tala eitthvað Freddy mér finnst það skemmtilegt mér finnst þessi 2 fætur á milli skemmtilegir mér finnst það geðveikir þokkar að gera þeir sérstaklega Sydney þegar hann er að setja gaskútana hvað þetta er á hann og teinandi koma og Jason og þeir eru eitthvað að reyna að slást ég er ekki hrifin og hann segir alltaf fire the torpedoes ég er ekki að fíla þetta rock tónlist sem kemur eitthvað inn Nú metal dóti, ég fíla það ekki þeir eru tími til að gera bímund sko. þetta er bara og eitt sem varst áhugavert að þeir voru að tala, gæði sem að skrifu þessa mynd að þeirra tónn var miklu nær endurgerðinni 2009 en þeir skrifuðu hana líka sko. einmitt. En tónnin að því að Ronnie Yu, leiksturinn sem gerir auðvitað Bright og Chucky sem er líka mjög skemmtileg æðislega mynd það er einn svolítið svona, þetta er svipað tónn og hann setur svolítið mikið inn í þessa mynd eitthvað svona WWE, eitthvað wrestling feeling eitthvað, það var að veist ekki í handritinu. Nei, og það er líka, þeir hafa kvart yfir í handritsöfundar líka ýmsar línur sem eru svona kannski svolítið kjánalegri myndir svona, séu sko ekki frá þeim. Einmitt. Ég er alveg sammálaður, ég held að hún líður svo mikið fyrir að vera early 2000 og maður tekur sérstaklega mikið eftir því með krakkana, að þau eiga að vera, þú veist mér fannst þú emo, eitthvað svona emo rock krakkar eitthvað megin, sko, ég hugsa rosalega ekki með Idle Hands, svolítið var að því væri drullugur hana ég er ekki drullugur, ég elska þá ég er bara að tala þegar það er eins og þeir eru að halda sér vakandi we have to stay awake, og svo sopna hún strax það var hann ekki að ná memónu eða, þú veist, það var allir að halda sér vakandi, skilur, og hún sopnaði strax og þú veist, ég verð svona, þú veist mér fannst alveg áhugavert að atriði eins og á rannsóknardeildinni og svona skilur, í spítalunum skilur. Hafðu þeir ekkert smá gaman þessum karakterum? Að þeim? Já. Krökkunum? Já. Sko, mér fannst það eiginlega bara meira frústrænandi frekar en eitthvað annað. Eins og gæðin sem kemur að það sem að þegar hann brýtur rúmið. Stóninu var náttúrulega, skilur, ok. Hann er skemmtilegur asni. Já, og það er skemmtileg sena. Það reyndi alveg að ná í karakterinn aftur, skilur. Það var hann að sæta stelpa, það var sæti strákurinn, það var stónerinn, skilur, það var svona komin einhver svona token blackaði, skilur, það var svona komin svona allar þessar klísju típur, skilur, sem það var bara að búa til, þú veist. Ég elska líka atriðið þegar hann Freddy er orðin einhverju stónirinn hann, veist, og einhverju segir ekki að koma og hann snýr sig við, ég man ekki línu, það er alltaf geggjur línu. Hann segir bara eitthvað, I got this motherfuckers. Það var eitthvað svona, Já. Mér fannst líka svo fyndið atriðið þegar Freddy er að fara að drepa eitthvað í draumi og þá drepur Jason hann. Hann bara Jason, it was mine! Já, ég finnst það skemmtilega. Það er ógeðslega fyndið. Nei, það er alltaf ástæðan fyrir þið berjast, því að Jason er alltaf á kokkblokkan. Það er málið. Mér fannst, sko, mér leittist ekki að horfa á þessu mynd, skilur. Ég fór á hann í bíó á þessum tíma og ég man alveg að maður var alveg svona frekar, ég var svektur, ég lappa út á hann í bíó, maður eftir því. Og það var kannski út af þessu WWE slagsmála feeling ég frekar vilja sjá bara eitthvað svona brútal bara slagsmál milli þeirra, skilur. Mér fannst svolítið skrítin slagsmál allan og mér fannst þau skárri núna þegar ég horfði hann aftur, skilur, 20 ára setna næstu. En þessi mynd hefur skemmtargildi, það er alveg ótvírætt, sko. Mér finnst þú þrælskemmtileg. En hún er rosalega bad síns tíma. Já, og mér finnst líka bara lúkki á Freddy, mér finnst það ekki nóg flott. Og mér finnst líka lúkki á Jason svolítið sérstætt. Já, tölum aðeins það. Af því hann er einhvern veginn svona svartur bara, einhvern veginn grár eitthvað. Kólabrendur eitthvað með. Hvernig fannst ykkur Ken Kosinger leikur hann í þessari mynd? Já, og hann var ráðinn sérstaklega að því að þeir vildi hafa, hann sagði að leikstum hann vildi hafa svona smá David og Goliath feeling. Já, þeir eru að ná því alveg, sko. Ég vilja bara hafa Freddy meira dirty. Já, og hann var alltaf glansandi í þessari mynd, sko. Það fór svo í töðunar á mér í myndinni
út af því að hann er svo dirty og svo er hann svo glansandi Já. peysan er svona styrir hrein skilur ég vilja hafa hann bara blóðuðan svolítið svona eins og í fyrstu bara Nightmare, hann er ógeðslegur í henni hann svona, maður sér eitthvað með brunaförin eitthvað með á honum í gömlum myndum þetta virka ekki sem smá eins og make-up og hérna leikarinn sem leikur Jason hann var í Jason Goes to Hell var það ekki, hann var vist kokkurinn í dæminu. Alveg rétt. Ég las eitthvað það, hann var í Jason Goes to Hell. Hann er alveg vel stór, sko. En það er líka eitt sem að sko, því að núna held ég með Jason í þessum slag, skilur, sem væri meiri aðdæmda Friday the 13th seríunni en Nightmare. Ég held með Freddy. Já, en hérna, sko, en ég er samt pínu, maður veit ekki alveg hvað maður finnst þessa stefnu sem taka með Jason, að þeir hefði gera hann svolítið til að láta áhorfandann halda með honum. Veistu, hann er þetta grey, hann er svolítið þessi strákur sem alltaf druknaði hana og laðar í einelti og svona, mér finnst það svolítið svona smá einhvern veginn gera lítið úr þessum karakter, sko, því að hann er svona, þú veist, dragar úr honum. Mér finnst það smá þannig, sko. Þið gera hann svona lambi. Svolítið svolítið, sko. Mér finnst það mjög einkennilegt atriði þegar hann að badn með grímuna, sko. Já. En það náttúrulega í draumaheiminum. Já, ég veit það. Og Freddy, mér er svona töff þegar hann setur bara, þegar hann er alltaf ógeða Freddy, hann stingur hann í hausinn. Það er heimilt. Og ég fíla líka svolítið litaheimunum sem er í gangi í þessari mynd, svona þegar þú ert í Freddy heimi það var alltaf rautt og þegar þú ert í hans heimi það var allt svona... svona kallt og blátt. Og maður sé líka smá svona asísk áhrif, sko, því að leiksturinn einmitt er svona og maður sér það svona smá þetta er svona, þú veist, The Grudge og The Ring og svona, maður sé svona smá áhrif á því í þessari mynd líka, sko. Mér finnst eitthvað geggja skot í þessari mynd þegar, maður ekki alveg hvernig það kemur í myndinni. Það er eitthvað svona klift á Jason í Crystal Lake. Hann er að draga svona stelpu. Já. Já, það var eitthvað svona drauma heim. Mér finnst það drull töff. Var það ekki bara í byrjunni? Nei, það kemur svona það er svo smá í byrjunni líka, það kemur hann að sena... hann er að draga hana og svo kemur mammans sem að Freddy er að leika í rauninni, er það ekki? Ég maður ekki. En ertu ekki að tala um það sena líka sem er svona mjög óraunveruleg, sko, sem er eitthvað svona, það er hús og svona vatn eitthvað ég er að tala um það. Og hann lappar svona, dreifur hann eitthvað eftir sér, sko, og sé fullt af einhverju sálum eða eitthvað líka inn í þessu húsi, sko, þetta var svona... Já, þetta átti að vera fórnalöfum Jason eða eitthvað. Bara skotið það svona augnablik þegar hann er, mér finnst það töff þegar hann er að draga það. Hann loka skotið hann líka svona flott, sko, þegar hann Jason kemur upp á vatninu og heldur að haustum á Freddy, sko. En hvor vinnur Freddy? Þar kemur kenningin, sko, þegar Freddy blikkar á kameruna, þú veist, þá margir vera spekulari hvort að þau séu í draumaheiminum. Já. Að hann sé það bara dauður. Að Freddy er að fokka í Jason. Ekki alltaf myndina samt. Nei, en í lokaðar sinni þegar hann heldur á hausnum. Þegar hann kemur upp á vatninu og heldur á hausnum og Freddy svona horfir á kameran og blikkar. Já. Það voru margir, ég hef heyrt marga tala þetta hvort að það geti verið að Freddy hafi unnið og þetta var bara allt í haustum á Jason, þessi loka sinna. En svo alltaf á þessar serjur eiga sína aðdáttur hópa. Þeir getur til að láta annan Nei, það er enginn sem getur tapað. Nei. Þannig að hann tekur hausin á Freddy, en Freddy er ekki döður og hann blikkar eitthvað. Ég vilja sjá meiri jafnvægi í heimunum samt, sko. Ég vilja sjá, þú veist, eins og Freddy Krueger var með svona draumaheimin. En það var aldrei alveg svona eitthvað ýktu draumaheimur. Það var alltaf svona alltaf ómikinn í raunveruleikunum, ómikinn draumaheimunum. Og svo þegar þeir eru að berjast þarna einhvern veginn í draumaheimunum, einhvern veginn svona svo, einhvern veginn, alltaf það Crystal Lake dæmi, var alltaf stutt, fannst mér. Það mátti vera aðeins, sko, svona, koma aðeins fyrr þar inn eða eitthvað. Hefur þetta að draga Freddy fyrr inn í raunveruleikan? Já, mér finnst það. Ég hefði viljað sjá hann aðeins, sko, verða smá dirty þar, sko. Svo skipta skoðan það hjá Nightmare aðdáðum. Að hann kemur, ég held að segja Nightmare 2, þá kemur hann inn í raunveruleikan. Já. Á hann ekki bara heim, ég held að Wes Craven að sagt það sjálfur. Hann á bara heima í þessum draumaheimi, hann á ekkert heim í, hann dauður. Getur ekki verið að hann getur verið í raunveruleikanum. En alltaf að Jason fara að berjast við hann, þá þarf að vera aðeins meira balans þar, sko. Þeir þurft að draga hann inn, en ég kannski til í það, ertu að tala um eitthvað svoleiðis, kannski tekið hann fyrir inn í... Já, tekið hann fyrir, letum að berjast aðeins meira, kannski ekki geima allt bardagatriði, sko, þungtur í lokin, þú veist, það kom náttúrulega smá okkar millir þarna í... Já, þeir berjast einu sinni hjá Freddy og einu sinni í Jason. Ég vilja fá bara aðeins meira svona, þú veist, eitthvað kannski, þú veist, það hefði kannski skeið eitthvað og það er hissið hann aftur eða eitthvað svona. Já. En hefðu viljað sjá, svo komum við að rebootinu. Hefðu þið kannski frekar að sjá þann tón
fyrir þessa mynd. Já. Hún er aðeins gritty. alvarlegri, hún er meira gritty. Já, en það er samt svolítið skemmtilegt konsept á bakvið þetta. Þetta er rosalega mikið verið að gera svona homage til Universal skrimslin, þú veist, Dracula meets the Wolfman og eitthvað, Frankenstein meets the Wolfman og allt þetta, þú veist. Og líka, þú veist, Godzilla versus Mothra og allt þetta. Já. Þeir voru svona einhvern veginn að reyna að starta þessi trendi aftur. Já. Og það var ekki gert aftur fyrir bara hvað, Batman vs. Superman. Já, Alien vs. Predator. Já, Alien vs. Predator. Það er rétt. Þannig að það er algjör að pop culture hitjur að hittast. Já. Það er mjög skemmtilegt og algjörlega, mér leittist ekki að ára á þessu mynd, sko. Alls ekki. Ég er bara margt svona sem ég hefði kannski, sem maður hefði velið kannski sjá aðeins, gritty í feelingin úr nýjustu myndinni ástandi að fá aðeins meira dirty dimman Freddy, sko. Já, ég var ekki alveg að fíla persónunar. Nei. Nei, sko, mér finnst þegar ég sá þessa mynd fyrst, þá fannst mér þetta vera bara eina bestu myndunum í Freddy-sinum. Mér finnst það bara ótrúlega skemmtilega og svona. En svo horfði ég á hann daginn og þá svona fór maður að sjá þetta allt miklu betur, bara ok, hvað þetta er. Eldist ekki vel? Eldist alls ekki vel, sko. Og náttúrulega Stonerinn algjört rip-off. Já, einmitt. Það er margt sem er hana. Algjört rip-off af Jay and Silent Bob. Já. Einmitt. Það er margt í þessu, sko, sem er svona, já. En alveg hefur alveg skemmtana gildi og þetta eru þetta svona ákveðin kvikmyndasögulegu viðburður, þessi mynd, að þú veist, þarna eru tvær stærstu hryllingsmyndaseríur á þessum tíma að mæta, sko. Já. Þetta var, ég man eftir þessu, þetta kom í bíó, þetta var alveg event. Já, þetta var það, sko. Þetta var event. Eins og ég sagði, þú veist, ef við komum, þú veist, þetta var fyrsta myndin sem ég sá í bíó sem var bara 1916, þú veist, ég var 1916 þegar þessi mynd kom út og ég skemmti mig konunglega. Þetta er náttúrulega, þetta er eins og allar þessar myndir, þú veist, þetta er algjörlega bara slökkt á heilanum í svona svo tíma, þú veist, hafði bara gaman. Þessi mynd afmæli í ár eins og hérna... Já, þessi tvítur, það er rétt þetta, við þurfum að klappa hérna fyrir Freddy vs. Jason, tvítur, en ég meina, erum við ekki samt að tala um að er ekki alveg heiminn að hafa milli Hessarar og Jason Goes to Hell? Jú. Heldur betur, sko. Ég er bara skemmtari gildi og þetta er þannig að lúkar eins og bíómynd. Hún er skemmtileg, sko. Ég var alveg eins og þú, ég sé hana alveg nokkuð sinnum, sko. Hvað svo þetta? Ég er bara eins og þessi klift úr, 4 myndum, þannig að Jason Goes to Hell. Þessi er allan að cohesive bíómynd. Það er eitthvað byrjun, miðju og endur í þessari mynd, sko. Hefðu þið viljað fá að sjá, því þeir voru eitthvað að tala lengi og þeir gerðu síðan teiknundis úr því að fá Ash úr Evil Dead inn í þetta. Ég er ekki alveg að sjá hvernig... Ég veit ekki alveg hvernig það er út. Mér langar samt, ég ætla að kaupa með myndasöguna, mér langar að lesa söguna, það er vist hugmyndi sem ég ætla að gera. Mér langar að lesa hana líka, sko, því ég er mikill Evil Dead maður líka, sko. Er það myndasögn með þeim 3? Það var pælingin. Já, Freddy vs. Jason vs. Ash. Og þá byggt á þessum pælingum að það var Necronomicon Já, því að það var cameo, þú veist, það var bara Necronomicon var bara í myndinni og svo hafa þeir, svo í Evil Dead, þú veist, þá sérðu Freddy í krumluna og þú veist. Já, það er svona ymsa tilvísanir. Það gekk ekki. Nei. Þetta enda allan í þessari teiknumdussu formi. Ég veit ekki alveg hvernig það hefði litið út sem bíómynd. Nei, og maður veit ekki alveg líka hvernig sko Ass hefði passað inn í þetta þess Bruce Campbell-leikunin, ég veit ekki, kannski hefði það verið geggjað, en kannski hefði það verið líka alveg mislukað eitthvað. Það hefði verið gaman að sjá. Sem voru í þessari mynd voru nóg, sko. Hann hefði komið með of mikið af bröndurum í þessa mynd, sko. Já, það hefði að vísu verið gaman að sjá hvernig hann og Freddy myndu interakta, þú veist, hvernig myndi Freddy fokka í hans draumum. Reyndar, já. Það eru fróðlegast að sjá. Og eins og ég segi, það hefur oft verið að tala að Pamela Voorhees notaði Necronomicon til að þeir hafa verið gert það eitthvað svona kanon fyrst að ná að draga eitthvað Ash inn í þetta. Ég er spennt að lesa, ég þarf að reyna að nálgast þessu myndasögu því mér langar að lesa bæði við gafan af myndasögum og mér langar að sjá svona hvað það er alltaf að gera og þetta er leiðilegt ef ég les bókinu og hún bara, þetta er geggjað, þetta er ekki það styrlu mynd. Ég hef heyrt og sé alveg geðveikur. Já, ég hef bara heyrt og sé drullu góð. En svo er spurning hvort það virkir betur í því formi heldur en í bíómynd? Já, kannski, þú veist, ég hef lesið alveg nokkra svona Evil Dead myndasögur og það er mjög skemmtilega, sko, en ég veit ekki hvernig það myndi virka í kvikmyndaformi. Nei, og blanda þessum 3 seríum saman? Já, síðasta sem ég las var þegar Ash hittir Kiss og þetta heitir Kiss Army of Darkness. Nei. Ok, það hljómar áhugavert. Förum að klára þetta stráka, það er 1 mynd eftir. Já.
þessi kemur 2003, enda með jafntefli, svo gera þær ekkert í 6 ár. 2009, ég var spenntur að sjá þessa, Welcome to Crystal Lake hérna, pósterinn. Þarna fá að sjá, þetta er eitthvað samstarfsverkefni, Pétur, þú kannski hjálpa mér að þekka þetta. Þetta er Paramount og New Line, þarna er það með Jason með hockeygrímuna, Friday the 13th titilinn. Þeir fengu allt hana eins. Þeir allt hana. Þannig að Platinum Dunes sem er framleiðslu fyrirtæki sem gerir þessa mynd, sem að er hana með 3 framleiðendur í forsvari, hana sem er Michael Bay og hana Brad Fuller og minnir Andrew eitthvað, ég man ekki að það. Það er eitthvað viðbúttali. Já, einmitt, þeir eru hana 3 saman. Þeir eru búin að gera hana 2 Texas Chainsaw myndir, hana endurgerðan og prequel, og þeir eru búin að gera einhverjum fyrir, gera hana The Hits líka og eitthvað svona. Já, endurgerða svona gamla hitsmyndir. Já, og Texas Chainsaw Massacre frá 2003 stóð í gegn. Og hún er líka bara alveg mjög fín mynd, sko. Hún er alveg solid, sko. Gritty, dirty. Einmitt. Og þeir fengur réttina þessari mynd og Nightmare on Elm Street raunin á sama tíma. Og þeir gera samning bæði við sko Paramount og New Line. Þannig að þeir fá með titilinn og þeir fá allt að gera þetta svona. Og þessi mynd er endurgerð upp á ákveðnu marki, en hún er líka svolítið sko bara að taka henni fyrstu 4 myndinar og svolítið svona bara spila greatest hits. Já. Þeir eru að taka bara þetta og þessari mynd, þetta er svona þannig að svona, endurgerð af henni fyrstu 4 myndunum, en samt ekki alveg sem fyrir ekki sögunni, svona aðeins svona, en taka svona þekkt atriði og... Þetta er ekki framhaldsmynd. Nei. Þetta er startuð upp öllum nýtt, sko. Já, eins og þið taka rosalega lítinn part af sögutræðinum í 4 og gera það eða svona main plotti þegar að hann er að leita systur sinni. Einmitt. Og þeir fara í gegnum þetta allt sko í sett upphafsseninni er svona kreditlistin, þá sína þeir rauninni Pamela Voorhees kom inn og vera hálsökvinn sko og Jason sem badd kom að finna höfuð og svona. Það verður vitna þessu. Einmitt og svo fáum við svona upphafssenin sem er samt alveg 20 mínútur eða eitthvað sem er hann með pokan og svo kemur hann með grímuna og allt það. Þessi mynd líka, ef maður horfir á svona tíma sem hann kemur út, hún er mjög mörkuð af því sem var hann endalaust í gangi með endurgerður og svona, sem er þetta svona Batman Begins dæmi. Að alltaf koma aftur en vera miklu harðara einhvern veginn og myrkara og svona meira raunverulegt. Já, og létti tóninn svolítið farin úr þessu... En það sko líka bara þessi mynd er með að mínum mati eitthvað besta cold opening bara sem ég séð er, þú veist, þeir eru að kynnast þessum karakterum sem er að lita grasinu og hann kemur bara og dreipur þeir strax bara í 20 mínútur. Maður heldur fyrst að þau verði svona aðal personar í myndinni. Einmitt, ég sammála þetta mjög snjallt opnadri. Það er svona alveg, og þegar þetta er búið þá maður pínu bara, það eru 20 mínútur búin á myndinu, núna kemur þetta bara Friday the 13th. Já, ég sá hann ekki fyrir einhverjum 3 árum, sko. Ég var rosalega fúll á móti. Þú sást hann ekki, þú varst að tala um það, þú verður eitthvað perraður. Já, það var ekki, ég ruglaðist eitthvað því ég held að Nightmare on Elm Street hefði komið á undan. Það var meira sko bara Michael Bay, Friday the 13th, ég var rosalega mikið á móti Michael Bay út af þessum Transformers-myndum. Ég bara, hann er bara að fara að eyðileggja þetta fyrir mér, þannig að ég ákvað bara að sjá hann ekki. Og svo var ég svo einhvern veginn, sá ég að hún var á Netflix, ég var forvitinn, horfði hann á, ég bara, þessi mynd kom mjög skemmtilega óvart. Mér finnst þú drullu góð. Já, ég er sammála. Ég fór hann í bíó, þetta var fyrsta Friday-myndir sem ég sagði í bíó og hann enginn komið síðan, en mér finnst hún hafa rosa margt sko fram að færa og mjög margt, en mér finnst hún aldrei smella alveg fyrir mig. Hvað finnst þið klikka? Mér finnst hún vanta svolítið svona, þú veist, spennuna, tengjast inn í hann einhvern veginn og svona, og mér finnst karakterinn ekki nógu góðir sem eru hópurinn sko. Mér fannst gæði sem á kofan, æðislegast. Hann er svo fyndinn. Já. Hann var alveg gamla honum, sko. En en þetta er, þú veist, hún er svona að gera þetta allt miklu meira gritti og hann er fann að hlaupa aftur hana og fann að, þú veist, þeir aðeins að leika sem með að Jason sé svona aðeins klárari. Þú veist, hann er svona... Hann er meiri killer þetta. Já, og svona veit hans hvað hann er að gera. Og þeir kom aftur með þetta dæmi að hann dreipur ekki inn að stelpuna því hann minnir hann að mömmu hans, eitthvað svona, sko. En mér finnst það reyndar að því við erum svolítið búin að tala um hvað er svona ekki logically í þessari seríu, sko. Mér finnst það að vera mjög bara í rauninni svolítið kjánalegt, sko. Ég ætlaði að segja það. Sko. Ég er reyndar sammála það. Það er fáránlegt. Ekki sammálaði. Það er svolítið out of character að hann er bara með gísl. Já, það er líka ekkert gefur hann að borða á hverjum degi. Bara með hálsveistin hann mömmu hans. Já. Þetta er svona svolítið sérstætt, sko. En þeir fá sama leikstjóra og gerði Texas Chainsaw Massacre, endurgerðina, Marcus Nispel,
en ekki þjóðveri, ég held það. Ég held það. Og hann gerir líka Conan the Barbarian, sko, endurgerina, þar sem að Jason Momoa leikur Conan. Og mér finnst þetta svolítið svipaða myndir hjá honum, sko, það því að mér finnst að báðar hafa rosa margt fram að færa, með flott lúk einhvern veginn og svona þetta á allt að ganga upp á pappír, en ég einhvern veginn bara náði ekki alveg að smella við þetta, sko. Ég get ekki alveg útskýrt að meina þetta bara. Höddi, þú varst búin að sjá þess að ekki? Varst ekki að tala um það? Jú, sko... Sást hann ekki í bíó? Nei, ég held ég ekki séð hann í bíó, sko. Ég held ég að séð hann að bara... DFD eða eitthvað? Já, eitthvað svo leiðis. Þú veist, ég myndi ekkert eftir henni. Þú veist, eða svona, ekkert í henni sem satt í mér eða neitt slúðið, sko. Hvernig fannst þú hún? Sko, ég horfði bara núna á laugardaginn, sko, svo var ekkert langt sem ég sá hana. Ég saknaði svolítið svona stemningarnar úr gamlu myndunum, sko. Ég saknaði smá, skilur, ég veit að maður á ekki að vera ríkreita myndir, skilur, 40 árum setna, skilur, að vera að gera ykkur 80s myndir, sko. En, ég saknaði smá, að vera í sögumbúðunum, skilur, svolítið svona stemningin, þú veist, má svona... Fannst þetta voru of kannski gritti sko, nei... Of nasty? Ég veist eiginlega, sko, eins og það væri, sko, eins og það vissi ekki alveg hvert alltaf að taka þessa myndi í smástund, sko. Það var svona eins og það væri með svona smá, ok, þetta þessi hópur af fólki, þetta 2000, við erum komin 2009, þú veist, þetta á að vera svolítið svona nýr hópur af krökkum, skilur, það er ennþá smá svona gritti, þú veist, landslag, það var að tala við eitthvað svona hillbillies í kring og svona, skilur, vera, þú veist, sem ég skildi enga veginn, sko, þeir hefði ekki þurft að vera í þessari mynd, skilur, sko, en það var eina var bara að hann fann grímuna sína á hálóftunni, that's it, sko, þú veist, Þá fokkin finnir svo gæði Já, en það er samt eitthvað í endinginni, ég hef viljað hafa flottari senu hvernig hann eitthvað grímuna, sko, mér finnst það svona pínu eitthvað bara mér fannst allt svolítið svona að fann hann hjá einhverjum hassis en öll morðin fannst mér, sko, mjög flott, skilur, og sérstaklega var komin inn í húsið en það, mér fannst, ég hugsaði svona það er komið svolítið sent í myndinni þegar hann var komin í húsið. Þetta er gott kill til þetta er gott, þetta er ekki kill. Ég meina að þetta gerist miðamynd, sko. Þetta kill, veist, og þegar það fara bátnum út í hús, hann var líka, ég dýrkaði þangur. Já, hann er mjög skemmtilegur. Þessi leikar er líka svona fyndinn, hann leikur svona típur ógeðslega vel, sko. Já. Sem leik hann að gæja hann á bátnum? Já. Og datt hún í vatn, hann hló bara. Já, þetta gæja nú Party Down. Já. Og ég meina, hvenær var Jason master skýtta með boga? Bara smell hitt hann í hausin á bát á ferð. Og það kemur þetta líka soldið, að þegar það er verið að gera Jason svona kláran, að þá fann maður líka spyrja sig af hverju er það þá samt bara, karakterinn passar ekkert mjög klár, sko. Af hverju er bara first blood með hockeygrím út í grunn. Já, einmitt, af hverju er bara hanga hann eitthvað. En er hann ekki gerður að eitthvað svona survivalist gæja? Soldið svo þessi. Mér finnst það alltaf að teik. Það er sem að komin í svona Hills of Ice dæmi, survivalist, komin í eitthvað bankar undir búðunum og svona. Jú, mér fannst það töff og það var eitthvað sem vantaði, ég er alls sammálaðið, það vantaði eitthvað svona að binda þetta allt saman í svolítið hennan, ég vilja sjá aðeins meiri gritt, eða ætla að vera gritt til hérna, þá hefði bara vilja sjá aðeins meiri gritt í heim. Það er líka undir lokin, í svona loka dæminu, þú veist, þá maður, allan ég var alveg hættur að vera spenntur, maður bara svona, já, ok, nú er þetta svona loka bardaginn og eitthvað loka hana dæmi, svona, ég datt svolítið út þá, sko, og þeir hafi einhvern veginn sagt líka að þeir hafi verið í svolítið vandræðum, þeir vissi ekki alveg hvað þeir ætlaði að gera þarna, þeir voru búin að establisa þetta allt og búin að koma, þú veist, þegar þau systkini eru komin saman. Já, þú ert að tala síðast af 15-20 mínútur. Já. Ég er enda sammála því. Mér finnst það versti partur af myndinni. Það verður svolítið svona, þú veist, þau eru að losa hana, svo allt henni mætir hann í göngin, það myndast þessi svona, þú veist, þau eru hann að komast úr göngunum eitthvað meginn. En ég fíla Jason karakterina það. Já, flottur, sko. Já, tölum aðeins hann, bæði útlitið og svona Derek Mears, það er líka svona, aðeins búin að tala, hann Friday the 13th nördi og hann er ekkert smá glaður að fá að leika Jason, bara drauma hlutverk. Var hann ekki drullu góður sem Jason? Jú, heldur betur. Sko. Mér finnst það frábær og vinur minn tók viðtal við hann einhvern tíðan fyrir podcast. Það kom með þess að fyndnu kenningu að Derek Mears að ástæðan fyrir að Jason drepur allt þetta fólk er út í að þetta var grasið hans sem þú voru að stela. Þetta er mitt gras. Mér finnst flott senan. Mér finnst flott senan sem ekki að samt enga sens. Þegar hann var sko að draga hana til að vera að rannsaka sko hvar systir sem var í hánótt eitthvað staðar. Já. Og svo allt er komað þarna á sögumbúðunum. En mér finnst flott senan. Það var að draga líki af henni held ég. Þú veist. Og þau eru að fela sig. Já, hann finnur bakpoka. Og hann lítur svona. Þú veist, það var svo flott
þarna, ég hefði viljað sjá meira af þessu, þarna Jason sem maður vill sjá svona, þú veist, eitthvað svona ógeðslega, svo kemur hann á rífu bátana, hann að reyna að leita þeim eitthvað, skilur, og svona. Mér fannst vantar svolítið af þessu í þessari mynd, ég hefði viljað sjá meira af þessu Jason, þú veist, svolítið svona, ég hefði viljað sjá kannski meira svona point of view, smá tónlistina líka, skilur, svona feelingin, sko. En ég líta þetta svipa á Evil Dead og Evil Dead endurgerðin, þú veist, þetta er bara allt annar þótt, þú veist, og ég reynir svona aðskilja þessar myndir og ég hafði mjög gaman að þessari. Þetta er líka, ég meina, fyrsta myndin er frá 1980, þessi 2009, horror er bara allt öðruvísi, þetta er bara þróast um tíðina, eða er alltaf að gera, eins og þú talar um hana feeling, ég veit bara ekki hvort það myndi virka fyrir nútíma ára. Það væri það líka að vera svolítið þessi feelingur sem myndi gerast bara 1980, það þurfti það bara að endurgera hann. Það er einmitt, og það hefur oft verið rætt um það, að það var eins sem talað það er ætlaði að fara að gera framhald þess sem yrði sko set in the 80s sko. Svona, sorry. Þá myndi kannski farið þannig feeling. Já, er það að tala um kannski svipa og þá bara að sleppa öllum framhaldurum og gera bara beint framhald af fyrstu? Já, eitthvað svoleiðis sko. Það var eitthvað verið að tala um eitthvað svona sko. Það er bara, já, einmitt. Svona eins og Halloween, rebootinn. Einmitt. Ég hef alveg verið til í aðra mynd með honum. Ég líka. Með Derek Mears. Ég ætla bara að klára. Ég hef séð þessa heldur oft. Ég keypti hann á Blu-ray á sinni tíma. Fór hann í bíó. Ég var temmilega svona, já, ég til í þetta. En svolítið svona eins og þú, eitthvað Michael Bay, eitthvað, ég var ekkert ég var aldrei mikið Texas Chainsaw maður og mér varst Jessica Biel myndin frá 2003 ekkert sérstök. Ég vissi ekki alveg hvað ég var að fara að fá. Fór hann í bíó, mér fannst skemmtilegi karakterinn, jú, sögu pirrandi, þau virkuðu fyrir mig, mér varst stund fyndið, dialogið snappy og skemmtilegt, mér varst tónnið skemmtilegur, byrjandi þeirri geðveikt, allir í húsum var svo skemmtilegt, hún er alveg frekar brútal, maður Derek Mears flottur, endurinn, jú, ekki alveg nógu góður, en svo heilin litið, þá var ég bara drull ánæður. Og eftir þess að ég horfi oftar á hana, mér finnst það alveg halda sér. Þetta er alveg stráng heiðarleg tilraun, sko. Það var greinilegt að, þú veist, fólki sem gerði þessa mynd, þú veist, elskuðu Friday the 13th, þú veist. Það sést, þau voru að reyna. Það er alveg fullt af smáatriðum sem voru svona reference gömlu myndir sem að... Og er einhvers konar ástrið að það. Já. Mér leið ekki eins og ég var bara að horfa á 100% money grab. Já. Og það hefði verið mjög gaman að sjá framhald, af því að þarna er líka svolítið fastur í að endurgera hana fyrstu 4. Það er alveg spennandi að sjá hvernig þeir hefði gert í númer 2. Hvert hefði það farið með þetta, sko? Já, hvernig hefði sú mynd litið út með þessu liði? Já. Hvernig dóma fékk hún þegar hún kom fyrst út? Fekk bara, held ég, eins og flesta fræti, ekkert það bara dóma, svona mjög meðalagi. En það var rosa mikið rætt framhald í kjölfarið og ég man eftir því það var á tímabil átti þetta að vera svona found footage mynd, sko. Það voru svolítið innan að Paranormal Activity kom sama ár og eitthvað svona REC og svona. Svo var líka mikið talað um að gera þetta sko að vetur til, að það er sko Jason in the Snow, sko, að það er eitthvað svona dæmi. Svo var líka talað um að gera þetta því að þetta sama ár og Avatar kemur út, þannig að það kom svona þrívítar æði aftur, sko, að gera henni þrívít, eitthvað svona þannig, sko. Þannig að það voru alls konar hugmyndir og mann leist ekkert vel á allar, en eitthvað kannski það getur verið áhugavert. En svo bara einhvern veginn gerist ekkert og ég veit ekki af hverju þeir fóru ekki að stað með þetta að gera nummer 2, framleiðendurnir, og svo nokkrum árum seinna fer þetta í bara lagadeilur út af hana, svo þú nefndir á hann Hafsteinn, Victor Miller og Sean S. Cunningham deilunar. Hann lögsækir, held ég. Já. Hvort það er New Line eða bara Cunningham sjálfan. Einmitt. Og síðan þá hefur ekkert gest, sko, þannig að maður veit ekkert hvað, en þannig að þessi mynd er alltaf að fara að vera standalone mynd, það er aldrei að fara að koma framhald af þessari, þannig, sko. Mér finnst það pínulega. Mér finnst það líka. Máli var við samt úrskurðað bara í fyrra, sko. Victor vann. Já, ég held það, en sko, já, það er... Cunningham sé að áfrýja. Já. Þetta er eitthvað svoleiðis dæmi, sko. En sko, já, en ef maður pælir í því, já, þú veist, ef þið gerðu nýja mynd núna, þá var þetta 13. myndina, það þurfti að vera eitthvað stórt, sko. Já, ég var alveg til, ég held þessi talandi um það í heimildarmyndinni. Ég veit ekkert hvernig ég myndi gera það. En ég hugsa mér, það geti alveg skemmtilegt svona magnum opus í þessari seríu. Ef allar Final Girls kemur í þeirri. Já, ég las bók... Allar Final Girls myndunum bara frá byrjun. Já, ég las bók í fyrra sem heitir The Final Girl Support Group. Sem að fjallar einmitt bara svona Final Girl öllum þessum myndum. Og ég er að tala um í Friday seríunni. En hérna, það væri óslega fyndið að sjá mynd þar sem að allir sem hafa lifað þetta af, eru í svona support group. En það er ekki alltaf bara 60 í dag, ekki? Jó, ég veit það, svo er það líka. Og svo,
myndu þær fara í Crystal Lake svona til að svona face your fears eitthvað dæmi og allir byrtist Jason. Já, ég meina, líka, ef sú hugmynd, ef það ætla að gera hana, þá hefum kannski þurft að koma af 2001 eða eitthvað. Ég er samanlega. En síðan þessi mynd kom út, það hefur aldrei verið eins löng pása milli Friday-mynda, sko, Friday 13th. Þú veist að nú eru liðin 14 ár og ekkert verið gert það hefur aldrei verið eins. Lengsta fyrir það var örugglega, alltaf ekki verið bara 6 ár frá Jason Goes to Hell og 7 ár segi og Jason X. Jú. Það er ekki lengsta fyrir. Heyrði ég að rétt að Quentin Tarantino hafði ekki nóg að gera Friday the 13th mynd? Já, ok, ég hef ekki heyrt það, en það er til alltaf svo ótrúleir, svona margir orðrum með Tarantino. Þess að alltaf þegar hann er að kynna myndir, þá er alltaf að spyrja, hvað myndir vilja gera svona mynd, myndir þú gera svona mynd? Og hann alltaf bara, já, ég er alveg til að gera hryllingsmynd. Hann er svona Bond, Star Trek. Og svo kemur alltaf frétt eitthvað, hann að gerir Tarantino næst Star Trek mynd, og maður hugsa alltaf bara að þetta er aldrei að fara með það. Nei, hann myndi aldrei fara held í svona mynd. En ég fekk, af því að ég er mikill Mortal Kombat maður, og ég keypti Mortal Kombat, held að það er Mortal Kombat 10, frekar 11, þá var eitt svona DLC-karakter, það var Jason Voorhees. Já. Og ég lék hann rosa mikið í leiknum og hann var geðvöggur. Það var ógeðslega gaman að fá að leika hann. Var ekki líka Freddy? Jú, þegar hann fengi Freddy og ég held að hann fengi Leatherface og fullt af karakterum, ekki reyndar Myers. Það var bara svo gaman, þú veist, þá var líka með lagið, stefið kom undir það hann byrtist í ramma og með sveðjuna og stingandi, þetta var alveg gaman. Það er það, sko, fyrir mig, svona take-away mitt frá því að horfa allar þessar myndir á svona stundtíma. Eða svolítið svona ég fannst mútið gott í því sem ég var gott, þú veist, og í þeim myndum sem ég fannst gaman að horfa, þá var þetta svolítið þetta eerie, svona reykvíla, dimmt mánaskins lúk í skójunum, skilur, hanna eld eitthvað. Fannst þú ekki fá það í þessu? Jú, mér fannst það alveg, í sérstaklega fyrstu 20 mínútur, það var mjög cool, sko, og þannig ég hefði viljað fá meira kannski af því sem var í fyrstu 20 mínútur. Og það var alveg smá líka, sko, en þannig, þetta var alveg smá ógrætt líka, þú veist, maður fekk alveg svona, ég var ekki til að vera þarna, skilur. Það var líka alveg vel brútal, sko, þannig að hann drap fólk. En ég alveg samanlega, sko, fyrstu 20 mínútur, það var öll myndin, þá var þetta bara besta Friday-myndin, sko. Já, ef hann er líka haldið áfram kannski, við veist alltaf að það kemur smá svona niður, skilur, og aðeins að kynna nýja karaktera, hann er að leita systur sinni, ég hafði ekki dótið því. En mér langaði ekki endilega að sjá eitthvað hann í fylgst með hann, skilur, og hann var með eitthvað konu og mér langar ekki að kynnast honum meira, skilur. Mér langar að hafa hann sem þetta mindless ófjöti sem hann er, skilur. Já, þetta er svona svipað. Það er það sem mér finnst svo óþægilegt við það. Hann er bara, skilur, lítur á þig bara, hreyfir bara hausinn, skilur. En þá er kannski að segja á móti, þú er búin að fá fullt af þannig myndum. Þú er búin að fá Jason í þeim gír nokkur sinnum. Vill það sé bara alltaf þannig, eða? Já, sko, fyrir þessa myndir, sem er nú ekki eins og, þetta er nú ekki dýpstu myndir í bænum, sko. Ég er ekki að leitast eftir karaktersköpun eða... Ekki Shawshank. Nei, ég er ekki að leitast eftir dýpt í karakternum, skilur. En það má alveg taka smá swing og hann má alveg vera eitthvað svo satisti með eitthvað mömmukompleksa með eitthvað bundna konu í kjallanum þessu, skilur, og sem hann að mata með rækju með eitthvað, skilur, ég veit það ekki. En þú veist... Hann er veitt fyrir hana. Já, hann er veitt fyrir hana, heldur betur, sko. Þetta var svolítið úr karakter hjá honum og þetta er svona svipað á Rob Zombie Halloween myndin, þú veist, mér langar ekkert að vita af hverju Michael Myers er eins og hann er. Og það er sjarminilega, sko. Sjarmin er að af hverju er þetta svona, þú veist, hann er náttúrulega að það er eitthvað revenge, skilur bara dæmi, en mér finnst líka svo, það sem er svo gott er að hann er bara mindless freak, sko. Hann er bara, þú veist, hann er bara með það er bara eitt mót og það er bara kill mót, skilur, þú veist, og svona sem mér fannst það náðu mjög vel í þessari mynd, skilur, en svona Þú varst kannski ekki að fíla þetta auka twist eitthvað á hann, eitthvað survivalist-dótið. Nei, og karakterinn er fínum, veist, gaurinn er mitt, fyndið sem átti húsið og svona, hey, what's the table? Já, það er mjög skemmtilegt. Það er sko línan, þegar hann halda fram í kærtunni og hann að tala brjóstin á henni. Your tits are stupendous. Yeah, perfect nipple alignment. The perfect nipple placement. Nipple placement, já. Kemur kærastan hans bara, guys, get the fuck out of here! Það er bara hann að halda frá kærastan. Hann gjörsamlega stál sjónu fyrir mér, sko. En mér var samt líka eitt gaman með það, þessi gæla sem hann er með. Já. Henni er hent, Jason tekur hana og setur hana á okkur. Reyndirhotna eða eitthvað. Svo er hún skotin, svo er henni hent út úr gluggan. Já. En það er ekki rétt mjög af mér. Ég held að ég landa drepinn þrisvar. Hún lendir alveg verst í það á öllum bara myndum. Þetta er svona tilvinnanir í nokkur, sko. Þetta með reyndirhotnin svolítið eins og Silent Night, Deadly Night, svona jóla-slöksumyndin, sko. Þá er hann eindreipið þannig, sko, og svo er þetta hendið úr gluggan alltaf við henni í númer 4, sko. Já, einmitt. Ég fílaði líka að löggan kemur. Það er bara
gegnum Já, auga, Já, var það ekki líka bara, fer. var ekki alveg töff, hann var að koma og hann bara strax drepinn. Jú, jú. Það var mjög töff, maður er svona, hann er bara bergað, bara, nei. Og líka hvernig gæðin síðan drepinn asnin. Að rista hann eitthvað og liftur hann upp og hendur svo okkur bíl hann keirir í burtu. Ég var að fíla killin í þessar mynd. það er skemmtilega, sko. Það var rosa margir góða punktar í þessar mynd, sko. Mér finnst hún ekki auðgleymaleg. Nei, alls ekki. Og mér finnst hún miklu betur hefnu en Nightmare on Elm Street. Sammála því maður. Það var leiðileg mynd. Sko, þessi og Evil Dead endurgerðin eru svona með uppáhald svona horror endurgerð. Þið finnst þú finna fyrir eitthvað svona smá gæðum allavega. Já. Eitthvað ástriða á bakvið kvikmyndagerðina sjálfa. Já. Þú verður að elska það sem þú ert að endurgera. Já. Mér finnst líka hana Hills of Ice endurgerðin frá 2005 líka miklu betur en eina svona best hefnu endurgerðum. Ég hef reyndar ekki séð hana. Já, ok. Ég hef ekki séð hana uppræðanlega. Nei, ég sé uppræðanlega, sko. Ég hef bara séð hana. Hún er svolítið búin að eldast líka svolítið, það er svolítið smá svona kjánaleg, sko. Þannig sé mér líka smá eins og allar þessar gömlu klassísku myndir, svona smá sjarmi líka, en mér er alveg, þú veist, 2005 myndin alveg töluvert. Þeir fóru líka á þessu tíma, þá fóru þetta út í svo svakalega gróft. Já. Það var svona frekar brútal og gritti og nasty. Þeir voru kallaðir náttúrulega svona The Splash Pack, hann af nokkru leikstjórar, sko, svo voru hann Eli Roth og Rob Zombie og Alexandra Aya. Alexandra Aya gerur þetta, Hills of Ice. Og Piranha og eitthvað svona. Já, þarna eru sko Saw-myndina komnar og einmitt. þú veist þá... Hostel. James Wan, einmitt, já. Og það er þetta torture, porn element og þá þurftu þeir að einmitt að taka, þeir voru endur gera þessar myndir að gera þeim vera brútal. Já, líka bara því að krakkar í dag, eða úlingar sem horfir á þessa myndi, fer átt í bíó, þeir eru búin að sjá svo mikið. Já, og ég ber viðingu fyrir því þessu mynd að það er sagt, sko, ok, við ætlum ekki að hafa Jason sem einhvern brandara, hann er ekki að kýla hausina af einhverjum, það er svona, við ætlum að prófa hann að gera hann aftur svolítið skeri, sko. En það er þetta, já, þú veist, þið taka svo mikið element bara úr fyrstu 4 myndunum, sko, sem eru í rauninni að mínum að þetta bestu myndunar. Já, sammála. Förum að slúta þessu strákar, við erum búin að tala í 4 tíma, rætið það 30, þetta voru sjúklega gaman. 13. myndin, ég veit, við erum búin að tala um þessu seríu sem er að koma. Heitir hún ekki bara Crystal Lake? Jú. Er hún að koma? Er að koma 13. myndin? Já, þetta er ekki ykkur Hulu? Nei, ekki myndin. Nei, það er komið sjónvarpsþættir. Það var náttúrulega líka til hennar, sko, Friday the 13th the series. Já, en þið voru svona anthology, voru það? Já, það tengdist ekki Jason og... Ég veit það. Það hljómaði ekkert spennandi, ég hef ekki séð það. Ég horfði á eitthvað 1 eða 2 þætti, þú veist, bara torrentað og það var ekkert spes. Ekkert spes. En verðum við ekki að fá 13. Jú, það verður að gerast. Það getur verið að final. The final. Bara 3 final. Og bara, já, Final Friday. No, we're serious. Exactly. He's not coming back. We mean this time. Ég meina, er það ekki must? Jú. Þeir verða nú að setla þessi mál og búa til 13. Það er pínu eins og líka, þú veist, eins og maður fer auðvitað alltaf á nýju Bond-myndina, sko. Þú veist, ég held að þetta sé svolítið svona líka. Þetta er, þú veist, ég held að maður muni alltaf gefa þessu sjens, sko. Ekki nema þetta verði eitthvað alveg út í hött, sko. En væri ekki alveg að fá Derek Mears? Er hann alltaf gaman? Nei, ég held ekki, sko. Ekki að fá hann eða hann sé of gaman? Ég held að hann sé ekki of gaman, sko. Hann er alveg í fínu formið í dag, sko. Já, ég meina það verður alveg gaman að sjá það, sko. Hann er ekkert eldri en 50 eða eitthvað. En ég held bara, sko, að þeir, ef maður horfður út frá þessu svona markaðslegu sjónarhorni, sko, að þá eru þeir sem fóru þessa mynd í bíó og voru kannski þeirra aðdándu þessa myndar. Þeir eru að 3 börn í dag og... Já, það er ekki fólk sem er að fara... Ég bara... Já, ég veit að það eru nokkur sem myndi gera það, kvikmyndamenn eins og við, sko, en ég held að svona, þeir myndi alltaf reyna að höfða til einhverjum nýra kynslu. Þeir eru að gera eitthvað nýtt. En svo er líka spurning, eins og ég hef stundu talað í þessu podcasti, er ekki sund bara búið? Eins og Indiana Jones finnst mér bara vera, þú þurfti ekki að gera þetta er bara búið. Er Jason kannski bara, er það búið? Mér finnst hann eiga inni eina myndi viðbútt. Já, ég tek undir það. Bara svo við getum sagt að það séu 13 myndir. En er það bara þetta því? Já, 100%. En þú veist, á að gera fleiri Nightmare on Elm Street myndir? Nei. Á að, ég meina... Það er alltaf, munurinn þar er líka, það er svo rosa tengt með persónum, sko, Robert Englund. Já. Þó að það sé kannski getur ekki ríkasta. Nei. Það reyndu það og það... Já, og hann er bara, jú, hann gerði, hann það var þetta eina sem verðast allt í lagi við þessa mynd. Já, það var að hann... Jackie Earle Haley var alveg... Ég það alveg vel, en þetta er annað take náttúrulega, sko. En þetta, með Jason, þá ertu með þetta icon sem er svo hockey-gríma og það getur alltaf, þið getur alltaf gert eitthvað nýjan þar. Ég held að
það alveg hægt að gera eitthvað meira með þetta. En ég skal ekki segja samt, þetta geta alveg líka verið bara búið. Ég held bara, svona ein góð svona nostalgíuræma, bara til að rappa þetta einhvern veginn upp bara. Fá Shelly aftur og svona. Ég myndi þá bara, ef þeir ættu að gera þannig mynd, þá myndi ég bara vilja fá okkur leikstjóra sem bara taka þetta alla leið, sko. Hvað viltu fá að sjá það þegar þú segir það? Ég vil bara fá að sjá, bara skilurðu bara... Drepa 100 Ég vil fá manns alla klísurnar, skilurðu, ég vil fá klísurtípunar, svo vil ég bara fá bara mayhem, sko. Ég vil bara fá hann bara að drepa, skilurðu, bara ættamóta fólk. Það kannski Ég vil bara fá að sjá eitthvað, skilurðu, ég vil fá að sjá úthugsumorð, skilurðu, bara að þessi bara svo flott, vera svolítið svona salúta til Kevin Bacon örurinnar, skilurðu, og svo allt þetta dót, skilurðu, eitthvað svona, ég vil bara fá að sjá svolítið svona, bara ógeðslega skemmtilega mynd, það sem líka búið að svona, don't go there. Já, og það væri gaman. Og þetta svona mystikina, fá hann svolítið svona falinn, psychopath, eitthvað stað, skilur við, þú veist. Já. Það væri alltaf gaman eins og þau tók hann sko Cabin in the Woods. Það væri eitthvað svona þannig með Friday the 13th, sko, eitthvað svona alveg út fyrir boxi bara. Það getur verið gaman. Getur verið gaman. Svo náttúrulega eins og þau gerðu It myndunar aftur í remake-ið. Mér varst það alveg vel hérna remake, sko, á It myndunum, sko. Mér finnst að gömlu myndunar alltaf eldast ekki brjálæslega vel, sko, en þú veist, mér finnst alveg margt skemmtilegt í It remake-unum, sko. Finnst það betra þessi? It myndunar nýju. Finnst þið þær betri? Já, sko, einhverju leyti, sko. Hérna, það er svolítið síðan ég sá þær, en hérna, en mér var svolítið gaman, þar var að fara tilbaka. Þar var að sína svona litlir í dag. Kannski var hægt að gera eitthvað svipað þarna, eitthvað svona, kannski aðeins fara í meira í baksöguna, en ég meina við vitum söguna og þú veist að það kannski getur til að fara eitthvað mikið í það, sko. En það væri gaman að gera eina loka. CGI membans hérna aftur. Já. AI. Já, það var líka, þú veist, það væri gaman að sjá eitthvað að þessu fólki sem lifðu myndina af koma aftur. Já. Þú veist, ég var til í eina. Ég var alveg til í það líka. Já. Eitthvað svona, ef þeir ætla að fara með smá bang, sko. Fara svolítið svona, gera bara svona góðan slasser, skilur, ekki vera kötta út, sko, gorið, gera bara svolítið blóðaða mynd, skilur, fara út bara með svolítið eins og Evil Dead remake, sko. Það er alveg vel blóðu og dimm og drungaleg og erfið og ástaskýrin, skilur, og bara svona viðbjöður, sko. En svo spyrir maður sér líka kannski, eins og ég segi, er það kannski bara búið eins og slasser myndir? Það ekki mikið inni núna, sko. Nei, en svo kemur Scream. Og þær eru vinsælar. Þeir gera 5 og 6 bara back to back næstu í. Mér fannst það mjög vel hefnaðar. Já, sérstaklega 7. Já. Og skárinn 5. Það Ég fíla ekki 5, sko, en 7 var mjög góð. Það er fara að koma smá svona comeback á svona slasserinn, þú veist, þeir eru... Hefur ungt fólk gaman að þessu? Já, það er verið að gera svona svolítið meta-útgáður af þessum myndum, sko, eins og, þú veist, Happy Death Day til dæmis og hérna Freaky og svo nýja koma núna... Totally Killer. Ég er einnig spennt. Mér finnst Freaky skemmtileg. Já, og svo, þú veist, mynd sem kom út 2012 minnum við þetta Final Girls, ég sá eftir að sjá hana. Æðisleg mynd. Ég þarf að tjekka henni. Já, þeir eru farin að gera meira svona, já, þú veist, þeir eru að gera slasher, þetta er samt svona parodía. Já, en það er sér að tala geta er gert alvarlegt. Er unga fólki að kaupa það í dag? Ég held að þetta sé búið. Hvað þetta þarna Babysitter, þarna Devil myndin hana? Muna þetta er sem... Á Netflix, getur ekki bara The Babysitter? Já, eitthvað svona... Já, þetta Babysitter, já. Hún var svolítið svona slasser. Já. Ég fílaði líka Fear Street. Já, Fear Street myndirinn voru líka skemmtilegar. Já, ég sá það ekki. Nei, ekki sé það. Ég byrjaði eitthvað aðeins á fyrstu og bara... Mér finnst oft þess að fólk viti ekki alveg hvað það er að biðja, sko. Það er eitthvað Paranormal Activity, allar þessar Exorcist myndir. Já. Allar þessar draugamyndir, nunnumyndir, skilurðu... Það Conjuring, bara cinematic universe. Þannig að það má ekkert ganga vel, þá fara það bara út hinna eins og þau geta, sko. Það væri alveg gaman að sjá slassermyndir svolítið ná smá svona alvöru kompakki, skilurðu. Algjörlega, og ég væri líka til í að þeir myndi gera nýja mynd, að hún yrði með svona practical effects, myndi fara í það aftur, fá svona Tom Savini. En nú er einn talandi frá slassermyndið, þannig að Eli Roth er að gera hana Thanksgiving, sem hann gerði hana Taylorinu. Já, fyrir græntastóti. Já, það gæti alveg verið svona... Er það slassermynd? Já, það er þannig, sko, það er sett, allan að hugmyndinu, ég veit ekki hvort það er útvært, en hugmyndinu svo að það er bara eins og, þú veist, þegar hann gerist þann trailer, það sagði hann, það er búið að gera Halloween, það er búið að gera Friday the 13th, það er búið að taka alla þessa daga. Já, nema Thanksgiving, þannig að þess vegna tók hann það, sko. Já, ok. En... Ég meina, það er Thanksgiving, þar sem að morðinginn er talandi kalkún. Já. Er það til? Já. En verður þetta eitthvað grín hjá Roth? Ég veit alveg ekki. Svo líka er hann bara ekki nóg fær leikstjóri. Nei, sammála. Við veist líka áherslu, sko, út af því að þeir eru svo íkoniski, bæði Freddy og Jason og svona, við eigum ekkert rosa mikið á svona íkoniskum svona... Nýjum.
nýjum, sko, þú veist, karakterum, Michael Myers, Jason Voorhees, Freddy Krueger. Þú veist, við erum með Jigsaw, þú veist, það var að koma í Saw-mynd. Já, það er eitthvað frægast í svona nútíma. Hún víst að fá alveg góða dóma, sko. Hún er alveg fín dóma. Við eigum bara ekki, það er bara einhvern veginn, sko, þetta pop culture dót sem við lifum kannski svolítið mikið á. Það er ekki svo mikið að því að fæðast í dag, sko. Nei, mitt og... Það var gaman að sjá ef eitthvað myndi ná einhverju svona væpur og söllu og búa til eitthvað svona pop culture bara nýjan svona slasser. Já, það er eins og því, já, ég hef pælt svolítið í þessu, af því að af þessum, við tökum bara síðustu 20 árin eða eitthvað, John Wick er svona karakter sem bara varð partur af pop culture. Já. Og það er svo sjaldgæft. Þannig að þegar að, veist, hann er í Fortnite og fólk er að tala bara, passu ykkur að dreip ekki þennan hund, veist, eitthvað svona. Hann er búin að myrða fleiri heldur en Jason og Freddy og dreifur 400 manns eða eitthvað. Hann er bara að gera 4 myndir og hann er með miklu herra bodycount en Jason. Ég taka bara eitthvað dæmi, það er eftir með eitthvað kvikmyndakarakter sem er svona eins og kannski Indiana Jones eða Rocky. Og það er alltaf fyndið hvernig svona hluti sem þú verða, sko, það er líka önnur dæmi það, þú veist, The Purge, þú veist, það er eitthvað sem var bara svona menningadæmi, þú veist, allir vita hvað núna, þú veist, fullt af fólki sem aldrei sé þessar myndir, eitthvað svona, þú veist. En eitthvað karakter út í? Nei. Er ekki aða kannski bara grunn hugmyndin? Ég farið að hugmyndin, svolítið, sko. Já, svona konceptið, já. Sem er þekkt, sko, víða. Það er eins og að sé, náttúrulega, ég veit ekki, er erfiðar að búa til eitthvað svona icons í dag, er búið að gera allt? Það er bara ein mynd komin, en þú veist, ég get alveg ímyndað með að Megan geti orðið eitthvað. Já, en dúkkan. Já, það verður önnur mynd, sko. Þeir verða að fara í R-stimpilinn, maður. Mér fannst að halda aftur á fyrstu myndinni. Var hún ekki R? Hún er bara 12 ára. Já, en það er til unrated útgáfa henni sem var bara ekki sýnd í bíó, en þú veist. Já, þá er það samt ekki á facial. Síðasta mynd sem maður sá sem var svona bara stolt að vera rated R er hana Evil Dead Rise. Það var náttúrulega líka mjög skemmtileg mynd. Ég elska hana. Já, hún var æðislega. Já, hún líka var alveg. Já, mér finnst bara Evil Dead sér hann. Já, hún líka bara þokkalega vel hefnið. En við getum talað endalaust alls konar myndir. Já. Strákar, þetta er búið ógeðslega gaman að fara yfir þessar myndir með ykkur og vonandi fáum við 13. myndina og við fylgjum spenntið með þessari seríu. Strákar, takk hérlega fyrir að koma. Takk fyrir mig. Takk hérlega fyrir okkur.